Allir grúur á fónunum og FM 95 Blöður hafið göngu sína á, fyrsta föstudeginum okkar hér í september. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínusæti. Beint á móti mér eru fyrirlið þáttarins og markaðasti leikmaður þáttarins. Annar þeirra heitir Egill, hinn heitir Steindi og ég ætla bara að spyrja ykkur saman, Riki, hvernig þið? Ég geggjaður sko. Það náttúrulega bara kom föstudagur. Það eitthvað gýri, sko, það mismunandi gýri okkur. En ekki eitthvað fanta gýri okkur núna? Jú, það Ég fann það bara fyrir þátt. Já, ég fann það líka, þú veist, það gýr í dag sko. Þú veist, það eru 15 gráður úti hérna fyrir sunnan. Er það? Nei, ég fann það ekki hérna á leiðinni niður. Nei, voru 11 í bílnum í morgun. Jú, það ekki, ég meina þú veist, það flott veður. Það er óvenju gott veður. Byrja á hausta, komið seft. Og þetta búið að vera ógeð undanfarið sko. Já, það var einmitt það sem ég ætla að segja. Skiptir yngu máli hvort það sé sumar, vetur, voruð og haustin. Þetta alltaf sami viðbjörn þegar kemur að veðri. Það alltaf verið vonbröðum. Þetta úlpa. Já. Ekki eins sko kóngurinn, Siggi Stormur, sem svona mitt faglega maður besti veðurfræðingur landsins sko. Hann er aldrei klikkað. Er hann ekki frændi þinn, Steindi? Minn? Já. Nei. Hann er frændi þinn sem er ekki. Það væri heiður sko. Það var maður. Hann var kennarinn, einn af kennunum mínum í MK. Já. Og hann og Willum voru Hvað var hann að kenna? Hann var efnafræði, eðlisfræði, stærðfræði. Já, ok, hann er fluggáðar og góður á spáði veðri. Já, sko. Já. En málið er að hann var ekkert eðlilega skemmtilegu kennar. Maður sér það bara á hann. Hann mæti tíma og mæti bara í uppistand. Það er skemmtilegur, sko. Var hann kallaði Siggi Stormur þá? Var hann orðin að celebrity? Sko, hann var ekki að frægur hann í dag, sko. Sko, hann hét Þorsteinn Ormar Árnason. Og átti heima á Dalvík. Nei. Og ákvað svo bara, ég ætla að rýbranda mig. Þú vissist kjaft. Hafið ekki heyrt þetta? Segðu mér þetta að syngja með raskat. Það er bara að með reik. Ertu alveg eitthvað rugglaður? Eins og þetta sé Madonna. Nei, mér varst bara svo fyndi pælingar af einhvern tíman. Bjóst þetta bara til? Já, nei, ég og Sveppum áttur að djóka með alls konar svona. Er ekki lagi með þig? Nei, þú veist, það hefði verið gott. Hann heiti Þorsteinn og var á Dalvík. Já, var bara íþróttakennari. Rýbrandaði sig. Þorsteinn Ormar, íþróttakennari. Hann var Siggi Stormur í dag. Siggi Stormur, sem er kóngurinn í þessum bransa, hann er bara að segja bara, þú veist, í gær. Það er loksins að koma sumar, sagði hann. Ég trú honum. Erum við að fá við hitabylgjuna? Hann sagði bara, nú eru spennandi hlutir að gerast í veðrinu, segir hann. Og þetta er gæði sem talar ekki með raskatun. Hann sagði, sko, þó þessi annars september, hann sagði, sumar er að koma núna. Loksins er global warming að vinna okkur í hag. Ég treysti Sigga algjörlega fyrir þessari spá. Getið þið nefnt mér eitthvað annan veðurfréttamann? Já, Ari trösta. Ari. En málega með nokkað svona amateurs og þetta ekki með Siggi kóngurinn í þessu. Þau eru öll jafn góðu þegar, hann ekki bara frægastur. Er allir jafn góðir í fótbolta? Nei. Sá sem er frægastur fótboltamæður heims er ekki alltaf bestur. Beckham var ekki bestur. Er allir svo þekki jafn góðir í handbolta? Í handbolta, nei. Hann er góður veðurfræðingur. Já, hann er góður að lesa í neti. Og með gæja sem er í Champions League, svo ertu með gæja í öllumdildinni. Þú veist, að lesa í gott kort. Siggi Stormur með PS-gráður. Og hann vil meina sumari sé að þetta er núna. Ég er komin í betra skap. Og sérlega, horfðu þróttar hann ekki. Sóli, stendur hann ónaði? Sóli hól meir í gýr núna. Gætnum þetta bara rifju fram virta dagskráli hversu gráður hann er okkar maður núna. Haldið að Stormurinn sé að taka gamla góða trikki að, þú veist, rífur upp smá gras og sleppir. Og sérðu hvað það fíkur. Þannig er ekki, heldur hann sé hann asshole. Eina sem ég hrættur með Storminn, hann sé svona, hann langar í likes. Stormurinn? Ég held að hann sé svona, he wants to be liked, eins og margir, já. Með svona fréttum veit hann að þetta verður þessu deilt allt Facebook. Nei. Bara Siggi Stormur segir að sumar sem byrja. Hann fær rosalega ef þetta klikkar, sko. Reyndar. Hann myndi ekki taka sens á því. Þetta getur bakkvæðar. Hann bakkar þetta upp, sko. Hann er ekki bara giska. Nei, hann segir bara að sé, þú veist núna, hlýtt loft í háloftunum. Já. Norðan megin við landið, við austurströnd Grænlands. Og þetta hlýja loft þar er að skottast hingað yfir. Skottast? Það er það sem Sigurður er að segja. En þú veist að það er sko hitabilgi frá okkur ef það er 10 gráður einn í seft. Já, það er bara allt sem er ekki mínus. Sáðu ekki fréttina sem kom út samt að við þurfum bara núna að venjast þessu nýja veðri? Sáðu ekki fréttina sem fór út allt í gæri eða fyrir þetta? Þannig að global warming er að scam. Og ef global warming er rétt, okkur var ekki frábært viður í júli?
Það sökk Við erum einhvern veginn að allstæðir kringum okkur Þetta heitir global warming Já, það fer Ekki global raining Nei, við erum bara Það sem júli var sko Það reyna af rigning og kallt Við munum fá meiri rigning Við erum svolítið að fá litla stráið í þessu kjartaði sko Við fáum Nú þetta er geggja koncept Öll jörði sér að hitla Nei, það er vitur Og við fáum einhvern veginn alltaf kaldari okkur Basically eins og sumarið var í ár og í fyrra Það var basically grein að segja Svona verður þetta bara alltaf og hætti að væluður Og hver skrifa þessi grein? Siggi frændinina? Nei Þú verður að hlusta á hver skrifa þessi ámæður Nú er ég að lesa Siggi Stormur að segja þetta Vistasti veðurfræðingur landsins Herðu, Það segir loksins að koma sumar Þetta er direct quote Sko að því að við tökum nú löng og svona dítiluð viðtölu í blöðkastinu Fáum Sigga Storm bara í blöðkastinu Fáum Sigga Storm og ræða við hann bara hvernig verður Ísland næstu árin Hvernig var það svona frægur og bara hvernig höndlar hann fræðina Út af henni skemmtilegur Já, veðurfræðingar er ekki oft skemmtilegir en Siggi Stormur er að goddamn comedian Þetta er toppmæð, ég reyndar hafði áhyggjur af því Bikarúrslitaleikurinn við óskum Víkingum og F-fangum til innilega til hamingju, konur í bikarúrslit Hann er 1. október, ég var að hugsa er eitthvað uppbjörnslegt veður en ef þetta er það sem koma skal, þá sleppur þetta Sangat Sigga Stormur eru bara í sunshine hann að 1. október Þínir menn fór ekki áfram en Arnar Láksson en ég get svona hugga mig við þó að blikarnir hafa hægt sér hana Þau eru mannlegir að sko þetta er Gunn Johnson vs. Gunn Láksson sem er eitthvað mest epic shit sem ég heilt og þetta er laugadagur, þetta er 1. okt ég er að byrja í hádeginu þarna fullur á Vox í svona 6 tíma ráfa yfir á völlin Rakel og ammali 1. okt getur gert eitthvað það er eitthvað ekkert romantist að fara með á völlin Nei, ég myndi svo ekki stemming Elskar hún ekki, hún horfður á fútból Já, hún dyrkar fótbolta Ég er ekki vel síður ég myndi að fara með konun og ammalisteginum á fótboltaleik Nei, því hún hefur ekki áhugað eins og Rakel Nei, Rakel elskar bara til þess að leik og hell í sig Sko, ég fór að hugsa, strafverð Þú veist, sko, svona bikakeppnir Þetta er bikarinn fyrir fólk sem veit ekki hvað erum að tala Þetta er úrslitaleikur í bikarnum Já Eiður Smári og Arnar Gunnlaugs að mætast þetta með liðin sín Þjálfarar Já, og þú veist, allstaðar í heiminum Þú veist, eins og Champions League Þú veist, hvað heitir bikarinn þar? Þetta er mjólkurbikarinn Já, mjólkurbikarinn Íslendingar elskar mjólk, sko Já, þú veist, mála, mér finnst þetta sko Hvað veist þetta heiti, eitthvað Þú veist, þegar ég hugsa mjólkurbikar En þetta er búin að vera það samt í svo mörg ára Mér varst leiðilegt daginn, þá breytist nafnið Þetta hétt eitthvað annað, þetta á bara að heita mjölkubikar En akkur heitir þetta ekki bara besti bikarinn? Þetta er besta deildin, það var kannski að fleikja þetta Já, ok, besta deildin, það er vantilega bara beinþýðing í Champions League Þetta er samt rosalega, þetta er 2 legends Gunn Johnson og Gunn Láksson 2 svona okkar bestu fótboltamönnum of all time Það er toppmaður sem vinnur að verða bikarmeistari Já, það getur líka verið reiður og sama Gunn Láksson vinnur frábært Gunn Johnson vinnur frábært Þetta er einhvern veginn the win-win concept Svo ég ætlaði að fara að lappa upp á gósinu eins og ég lofaði ykkur Það er bara hægt Þú varst aldrei að fara Jú, ég var að skoða hvernig verið best að fara því við erum að ljósa nótt annað kvöld Ég var að hugsa, ok, ætti ég að taka gósið Þú er aldrei farið sann, sko Ég var að hugsa það Það er búið Það er bara dögt Við vorum bara að kalla þetta Þú er orðið úti að náttúrulega Þú er drepist þarna Í fyrsta lagi þá ég ekki farið með vasaljós eins og Steindi Ég hafði lappað þarna, kíkt á þetta og farið svo skemmt á balli Veistu að ég fekk svo mikið sendstrákar eftir þið drulluði vasaljósið Ég fekk svo mikið að póstum Þið væri svo vitlausir Drullum ekkert af vasaljósi Þið var með gaggrina vasaljósi Já, þú veist Ég fekk nokkra svona harðorða pósta bara hörðu í guðana bænu segi fólk að taka vasaljós með sér Þú verður að hafa vasaljós Nei, maður verður það ekki Steindi, það var fólk að fara þetta í jakkafutt Hversu oft segi ég sverða að þú ferð á nóttu til Sverðu það? Ég sverða, þú verður að með vasaljós annars hefðu við ekki séð neitt, ekki 2 metra fram En fólk er fyrir fram að Já, þú veist að fólk eru fram með kannski langt í það Þú veist, þú sérði ekki hvert þú ert að lappa Hvort þú ert að lappa úr í gjóti En við þurfum ekki að ágjöra núna, þetta er dött En þú ert átt heima með vasaljós eitthvað að dunda er það ekki Svona vasaljós kallið ekki Ég bara, nei Mér finnst bara eitthvað svo fyndið að vera fertuð með vasaljós Duttast í vasaljósi heima Já, svona lýsa því líka bónus fokkin gósið Ég vildi fá þetta svona í 67 mánuði slow and steady, dælið ferðamönnum það var í kortir Já, þetta var ekki ná langt fyrir okkur Við þurfum að fá nýtt í kvelli Og hversu típistu, akkurat þegar ég er að fara dött Varst aldrei að fara Svona er þetta stundum Já, svona getur þetta bara verið Ég er neitt sem ég ætla að vera með núna Alltaf á föstuðum Ég ætla að byrja að spyrja ykkur Hvað borðu, Steindi, hvað borðar í kvöldmandi í gær? Ég var í tökum í gær Já Vorum að taka úr stóra sviði Já, en hvað borðar í kvöldmand? Já, ég borðaði kvöldmand bara eftir tökur á leiðinu heim og ég fór á Kenny Ok, en hvað fegstu þér?
Kemur óvart What a goddamn shocker Boxmaster, Singer, mínus græmiti Plus auka pipar Hvað borðaði þú í gerð? Ég sótti með chicken og energy í gerð Ok, og hvernig er liturinn á brókinniðinni? Byrja á þér stendi Ég er í Appelsínur Má ég kíkja? Já, auðvitað máttu kíkja Appelsínur og kífi á þessu Svartanhamsur Þá væri hérna klámyndunafnið þitt hvað heitir hann? Boxmaster Black Hvernig er bara einhvern þín á litin? Svartar Energy Black Shit, ég er með miklu betra nafn en Stone Man Eða Chicken Black Já, sant, Energy og ég sótti þetta Energy Chicken Black er ekki alveg Hvað er allir svörtu nari? Veitu hvað borðaði þú í gerð? Ég hitti Rúrik í dag í sportsinu og hann er bara í Versace Já, þú ert búin að segja okkur það svona 5 sinnum sko Við vitum hann er bara í Versace Hvernig er litin á brækunum? Ég var í, klámyndunafnið mitt var í Hot Dog Black Þetta er pulsu í gerð Þetta er 9 ára Nei, bara mér langaði bara í pulsu Hvað meinar Stundum þú? Það er dettur ekkert bara betra sko Steindir enda borðar alltaf pulsur og emmi vasaljós Það er frekar hans inn í ára Já Ég er ekki alltaf með vasaljós Ég ætla að segja þetta Steindi Þú ætti að flytja bara núna Það er búið að niðurlæga því í Mosó núna Svo rosalega að þú veist, þú myndi aldrei komast aftur inn í þetta bæjarfæli aftur veldi Út af mávinum? Nei, ég er að tala um mávin sko Hvað er þetta? Ég fór á Mosó bæjarháttíðina síðustu helgi Hún var geggjuð Hún var rosaleg Já Og götu Það var bara risa tífóli á það Já, tífóli þetta var frábær hátíð Þetta er alveg skeman með að vinna bánsa Ég kemti svona 6.000 með og vann ekki eitt bánsa sko Það er alveg glæpa með sem stjórn þessu bánsakoncepti sko Ef þú lappar henni tífóli Þetta vist að vera svindlaður Já sko þetta var rosalegt svindl Þú ert ekkert BS-gráði Nei það var enda rúkslega fyndið Þetta var svona leikur í tífóli Yfirleitt ertu með einhvern lítinn séns Þú ert með einhvern grjónabolta Hendi einhverju drasli niður og sömtir of Þetta var bara ekki glæta Nei þetta var ekki glæta Því að þú borgaði bara penning og fegst bara miða Bunga miðum Svo áttur þau bara hunskast til hægri að vinstri og kíkja hérna á okkar tjald við hliðina á og ef þú varst með tölu þar, þá veistu vinning. Þannig að í þessum póka var náttúrulega bara engin vinningstafa Álveru svindl sko En hvað okkur þar steindi að Það var alveg ótrúlegt og síðan líka eitt annað svo Mosó er að glíma við geituga vandamál sem er ekki vandamál í Kópavogi núna það er eitthvað sem þú þurfa að leysa nú Hvað var sástu geit og gefi ekki geit Í Mosó? Nei Jú ég er að segja það en ég er ekki að ræða það Sko það voru 3 kongar í Mosó fyrir síðutelgi það var Steinþór Hróar Manni Sim og Svanþór Einarsson fasteignasali Þessi 3 áttu Mosó en nú er bara 1 kongur í Mosó Það er Manni Sim Sástu partí á sig hérna í götugjölu Já með alvöru götugjölu Já ég vil segja það sko Hann grillaði fyrir 100 pluss manns Hann var ekkert einn í því Hann fyllti heitapotti sinna bjór Já það er þetta mjög flott Hann setti teknotjaldi upp sem að stærri teknotjaldi í eigum Það fekk að dýra þess að skemmtvíkar landsins gigga Sóli Hólm að með uppistand Jökulli Kaljó var að mökka sig hana Hann með hoppukastal fötan Kolbani var að mökka Þetta var besta partí sem Mosó Hvað varst þú að gera? Já ég veit nú að Steikki hefur aldrei haldið partí Ég veit nú að það sveið bara í veski Þjá nágrunum að sko að vera að rífa upp veski Ekki heldur að þeir hafi borgað krónu Þetta hann að lappa melli húsa Ekki þú kvöldi vil ég slá í púk Hann borgaði þetta Það splittast á götu Nei, á venjuleg fólki splittast þetta líklega á götuna Ekki þegar Manni Sim er í götunni Hann tók reikningi Steindi myndi lappa melli hús og segja bara þið skuldið mér hérna fyrir partítjaldi Ég var að fá snapp úr og segja snapp eða fólk að taka með Instagram úr þessu partí og Manni Sim hvað er þetta? Hvað út þér til það? Það var garðurinn að Sim Ég veit að gatan borga þetta Núna verður þú að stígu En nú er pressað þér sko Næsta götu Eða bara haldið eitt ammali Þú ert með locationi, þú ert með mansion Þú ert með stórt og flotta götu Ég veist að ég er bara að spája Ég ætla aldrei að bjóða þessu manni bara aftur heimti Þarft að flytja úr Mosó eftir þetta Hann sagði það Ég ætla að meina það Nei, bara Það er gaman að halda góð Sem er rektið í síðan Það vafðið þér upp Það var svolítið milli eitthvað tvækja Þetta er svolítið Mosó Svanþór var svolítið í 3. sæti Já, fólk hugsaður Mosó, Manni Sim, Steinþór Jasson er eitthvað aðeins að hífa Svanþór upp Ég elskar Svann út af lífinu Jassir geggja Málega sko Ef þú ætlar að vera eitthvað kongur í Mosó þá þarf það að vera bara að búa þar í x mörg ár sko. Þannig að þú vilt meina að þú sett meiri kongur en Simmi að þú ert mann að vera lengur. Nei sko málega það er alltaf að tala Nei Simmi ég held að Simmi sé orðið moslingur Ég held að þú þurfir að vera Það er talað 10 ár 10 ár og þá er orðin löggiltur moslingur Var Jökulli Kaljó í garðunum þínum síðustölgi Hælli segja Ég heit hann endur Ólís Varst þú að grilla hún í 100 pluss manns? Nei, á ég segja það er bara rótt ekki breyk Ég er ekki að vera leiðilegur En ég ætla núna að fá að taka sko, mála, ég misteila af allir helginni sko. Þetta átti að vera eina fríhelgin
Og blöðarinn, hann bókaði gig alla helgina. Hann bókaði nokkuð gig, sko. Það er ekki að skrifa þetta á mig, sko. Þannig að ég, sko, ég var með götupartí. Ég var með alls konar partí í gangi og allt í gangi. Og inn í grúppu, Facebook-grúppu og allt þetta. En síðan þakkaði bara Guði fyrir og varst ekki með partí. Það hefði verið helviti sorglegt við liðin á partíuna. Nei, partí átti ekki að vera hjá mér. Hann fyllti heitapott og klökum og bjór. Ég hef aldrei heyrt þetta eins og. En ég fór í partí þegar leiði og ég kom í bæinn aftur, blöð. Og hvað er það að kosta að ráða Sóla Hólm í uppistand? Það er ekki gefið sig, ég lofaði því. Talandi að fylla heitapott. Ég lofaði því. Okkar maður Alli kom og fyllt á túborkellerinn aðan. Loksins. Já, visst. Kóngurinn Alli. Já, bara takk fyrir okkur. Það búið búin að vera að hægja sér. Þannig að við fengum King Alla. Búið að hlaupum all land. Hann á eitthvað Íslandsmet, sko. En eigum að setja ykkur út af því málið. Við vitum alveg að við þurfum að setja lás á þetta. Sko, menn þráin er ekki gefinna þetta. Veistu hver er held í vestur? Þráin Málfari. Tommi Steindós, já. Ég held að hann fara svona núna og hann liggur í kælunum. En málið er að, sko, hann og Þráin eru samt eiginlega með leyfi til að kíkja í kælinn. Já, Tommi má fá sér en hann má ekki klára. Nei, það er engin annar með leyfið og ég skil ekki, þetta er alltaf hálf tómt og ekki, við erum ekki að drekka mikið úr þessum kæli, sko. En er ekki svolítið típa að setja lás á þetta, verður þetta ekki að vera opið? Já, sko, ég veist þetta Richard er bara svona fyllibett alveg gamla skóla. Man er alltaf inn alla mótna og hann bara drekkur þetta. Hann er með morgun þástan, sko. Já, fyllibett drekka alla sóla. Við getum ekki keyrt bara ölgerina bara í gjaldtrótt, sko. Við þurfum að vera með einhverja reglur. Já, ég segi lás. Við þurfum að finna lausna á þessu. Já, en við erum með Svaðaland þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur. Það eru 2 klefar. Já. Annars vegar erum við með Sverðuða sem er okkar nýjasti dagskrárliður. Tókum hann áttur. Það var skemmtilegur með þessi dag. Og svo fengum við ábendingu á Instagram hvort það var ekki komið tíma á fyrir leiðilega sögur. Og ég hefði mjög gaman að því. Steindi tók það svolítið yfir í dag. Og ég veit ekki hvort það hefði eitthvað galsi og hvernig háttegin eitthvað. Ég grét úr háttegin. Þannig að ég lofa að það var skemmtilega sögur. Hann náði aldrei eitthvað til að fara í þar. Þetta var mjög skemmtilegt. Já, ég lendi bara, var þetta hostile crowd? Nei, það var ekki að nenna sögunni. En ég var með bara, ég ætla að segja bara frá hundinu mínu með eitthvað svona sem enginn ennur að hlusta á það. Hárlós og eitthvað svona gæta. Svo erum við með, spurningkeppni Gils Ennarsson sínist að hvað ætlum við að vera með í dag? Já, þetta skólar voru að byrja. Já. King of School. Billy Madison. Hefur það verið áður eða? Nei, það var aldrei verið áður. Já, það er loksins eitthvað nýtt. Ertu með stúdentspróflöða? Hæ? Ertu með stúdentinu? Ok, það var einu sem verið áður. Hefur það verið áður? Ég var opnaður 2021, 3. september. Svo erum við með spillar staðrind Patrikur Hæmi. Hann er á leiðinni, það er Celebrity Beef í gangi. Við ætlum að spyrja hann bara hvað er framöndunni á æði og spyrja hann aðeins út í þetta beef. Sko, það eru 2 Celebrity Beef í gangi. Það er málið. Hæmi vs. Bigger Leaf eða æði vs. LXS sem er svona heitasta Celebrity Beef. Ég má ekki gleyma að það er annað Celebrity Beef sem fólk gleymir núna því að þetta er svona heitasta Celebrity Beef. Það er stjórnir vs. Stuðlabandi út af Larry Leila-inu. Það er alvöru vesen þar, sko. Er Celebrity Beef það? Já, er Celebrity Beef það? Sem er orginali frá Brasilíu þetta lag. Sko, það verður eitthvað lamin út af því beefi, sko. Hvað heldur að Sigga Beinteins sé að fara í slagsmálu hún er brjáluð. Nei, Sigga Beinteins er í tónlistamönnum okkar og ekkert eðlilega skemmtilega. Og Gretar Örvas, það er hann spilar á hljómborð á þessu gilsæðan, sko. Nei, munurinn á ykkur er að hann spilar á hljómborð. Hann lendir ekki ykkur sjokki á Blöndós ef það setur það í samband, sko. Sko, ég held að Stuðlabandið og Sigg og Gretar, ég er enga trúður um að þau sé að fara að bury the hatchet, sko. Það er að sekla strax, sko. Þau þurfa að semja með þetta lag, sko. Þetta er mjög vinsalt lag núna. Og þú veist, það er þannig, eitthvað verður vinsalt. Allir vilja make some little cash, skil. Þetta er bara þannig, veist, nú er þetta shit. Já, gengur þetta allt út á cash? Þetta var ekkert beef eða þetta var ekki heitast þetta lag landsins núna. Já, þetta er enda mjög vinsalt lag. Ég veit alltaf það sem er þetta beef. En sko Sigga, þetta er brasilískt lag, en Sigga Beinteins á þetta svolítið. Hún tók þetta fyrir mörgum árum í eitthvað svona krakkaþætti eða eitthvað. Og Stuðlabandið er núna að raking in the cash á þessu lagi núna og Beinteins er núna hún er að brjálu yfir þessu. En við erum ekki að ræða þetta út af við erum að núna að fara æði vs. LXS. Já, en það var oft talað um að vera jafn hamingjusamur og Sigga og Gretar í stjórninni. Hvort ykkar heldur að sé reiðar yfir þessu, Sigga eða Gretar? Sko ég get eiginlega ekki ímynda mér að sé einhver reiður í eina af þessu. Er þetta ekki bara einhver Ég hef aldrei séð þau 2 aðeins að vera brosandi, sko. Þau eru skellbrosandi alltaf, sko. En ég myndi að pirra þau greinilega, sko, að þú veist Stuðlabandið er núna bara eitthvað frá Worldwide Pep og þetta er þeirra koncept, sko. Eðlilega, þú veist þú mest Jammi kvöld Your Shit, eða ekki. Seima Magnificent myndi taka núna nýja útgáð á Jammi kvöld og hann myndi fara Worldwide Monster Hit með Jammi kvöld, er ekki reiður það? Það myndi sjóða á steita. Kolvitt. Það er bara alls ekki reiður.
Allavega Patti úr Æði á leiðinni til okkar eitt smá og ætlar að ræða þessa hluti hans við okkur bara hvað í gangi og bara og líka spennandi hvort það sé að koma 5. sér í Æði og fleira. En drengir, ég kom inn á áðan að ég ætla að fara að gosinu og því að við erum á balli á morgun og það ekkert smá ball. Það ljósanætuballið í Stapanum og það eru við, Bubbi Mortens og Ragga Gísla. Þetta bara eitt dýrasta line-up sem ég heyrt. Uppselt á ballið? Og stuðlabandi, ég held að sé að þetta köpa með á tix.is og ég get til að lofa ykkur að þetta lag verður þarna annað kvöld. Tjekkum á þessum. Held ég þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Sísi fyrir ykkur úti verður mjög líklega að teki í Stapanum annað kvöld. Ljósanættuball, Ragga Gísla, Bubbi Mortens og FM 95 Blö. Tjóðl, ég vel peppaður fyrir þessu gigi. Rosalega line-up. Þetta var alveg veistlega. Ég mæti í pre-party til Sweat to Mouth í steik. Já, við erum að fyrir grill til hálsmaður. Já, það heima í Reykjanesbæ. Já, við erum allir að fara. Það verður stemming. Já, það verður alveg veistlega. Já, en og miðasala á ballið inn á tix.is veit ég. Eru þið reddi í slúður, drengir? Já, ertu með eitthvað fest? Ég með gott sko. Já, það ég veit ekki, ég ætla að byrja á að spyrja hann og það vita allir af þessu. Leonardo DiCaprio, hann hættu með kærustunni sinni. Hún var 25 ára núna daginn og það ástæðan? Og það kom sparkið, en þetta samt rosalega. Það eitthvað svona graf yfir þetta. Hvað segir það? Graf? Já, ég hef bara graf. Flott við þau. Og hann áldrei átt kærustu sem eldri en 25 ára. Nei. En hann sjálfur orðin hvað, 44 ára þegar ekki? Hvað árgerð Líó? Hann er 42 ára. Hann er 74. Er hann 74? Já. Nú, ok. Hann er þá sko, hann er miklu meir en 40. Þannig að það hann er 6 árum yngri en ég. Já, þú sér að hann er 6 árum það eldri. 2 ár í Big 50. Hvernig sagðistu, hvernig á hann ammælis? 74, hann er 6 árum eldri en ég. Já, ég meina, hann er 50 til 2 ár eða ekki. Já, ég er ekki bestur í stærfræðin. Ég næð þessu. Ég þarf að nota vasareikning. Er ekki 2022? Hann er 6 árum eldri en ég, 100%. Hann er 74, ég er 80. En hann er að reka álfur rotation system hjá sér í En sko, það eru bara öll gif og allt bara á Twitter. Það er allir að gera brandar bara hvernig, veist, svona gifum að ef að kærastan er svona 25 ára þá er bara farin. Þannig að já, hann fyrir ekki yfir 25. Ég ætlaði bara að spyrja ykkur, haldið þetta ekki tilviljun eða? Já, þetta er klikku tilviljun sko. Það marga kærustur sko. Þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þetta er 8. Þetta er frá árinu bara 90 eitthvað sko. Þetta er allt supermodel sem hann deytar sko. Já, hann er ekkert. En byrju Giselle Bundchen, það var hvenar? 25 ára, þá hættu þau saman. Hún var 25 ára. Já. Ég fá bara hans að velta þið fyrir mig. Þú veist, hvað ég nenni ekki að fara að dæma einhvern aldursmuninn það, alls ekki. En hvað ætlaru, segir maður ætti 20 kærustu? Þú veist, hvað? Ef þú ættir 20 kærustu í dag? Já, þú veist, ég er að segja sko, já, eða þið, eða á okkar aldrei. Þú veist, ég er að segja sko, hvað er þetta talum, skilur, bara upp í sofa og eitthvað svona það mikill munur bara því að þú bara búin að lifa lengur. Ég náttúrulega held ég að sagt þess að sögu áður ég finn í þeim eða blökkastunni að ég fekk rosalegt reality check sjálfur eins og ég var að deyta stelpur svona 10 árum yngri en ég og þá var ég 30 og hún var 20, eða sem sagt 31 og 21 og ég kom návart og held upp á ammali fyrir hana heima að mér sem við byggum bæði og allir vinir hennar komu og þá var lagið mjög vinsælt hérna Barbra Streisand muni eftir þessu lagi og ég sat í partíinu með eitthvað svona hatt eitthvað svona Justin Timberlake hatt svona þvílitt how do you do fellow kids lúkka á mér eitthvað og ég segi við gaurinn við hliðina á mér heldur það að við ekki leyfi á Barbra Streisand fyrir þessu lagi hann bara, nei, bítu ertu að segja mér að þetta er pía sem heitir Barbra Streisand eða það eitt svona mesta reality check sem ég hef lent í bara það var mikið að jóða til manni sem heitir Barbra Streisand þá fór ég bara að útskýra það fyrir fólki það væri söngkona og leikona sem heitir Barbra Streisand það sé til sko svo er þetta gamla sálir líka það sé líka til fólk sem er tvítut sem er Barbra Streisand þetta er svona aldursfordómar hérna hjá okkur núna sko þetta er tvítut fólk sem er með hægri greindaðstölu en við allir þýttir saman við sögðum á þann að við erum ekki með ég er ekki að segja að ég sé gáðastur í stofunni ég er bara elstur og kannski er Líó bara búin að vera með þú veist, kannski þetta allir bara mjög klárar og hérna við vorum aldrei að segja neitt annað þetta
svolítið hljómaði svo að hvað átt að tala við þær Ég sagði, ég ætla ekki að vera kannski bara mjög klárar allar ekki verið eðlisfræðingar sko. Ég sagði, ég ætla ekki að vera með neina aldursfordóma Ég sagði að alltaf þegar maður segir svona eins og þú segir þá er ég að fara að koma Nei, þú veist Hefur einhvern tímann einhver sagt ég ætla ekki að vera leðilegur og ekki verið leðilegur það er bara aldrei gert að segja basically ég er að fara að vera leðilegur kannski öllum með það í þessu tildi þú veist ég bara segja sko, segjum auðvitað þú mútið byrja með stelpur miklu yngri en þú ég var bara ákveð, það er ekkert mál skilur það tröfla mig ekki neitt fattaru þannig að ég fordóma laus en þegar maður sé ritið skilur að þá svona já ég er bara svona hann hefði kannski gott að ég bara eldast með einni af þessum kærustum Er það ekki sammála? Hann myndi kannski líka með þann gifta sig og eignast ykkur börn og taka þroskastík Ég kannski að reyna að segja það Fólk er svolítið mismöndi Sumir er bara ekki fyrir að vera með einum maka allæfi og Líu er svolítið bara dæmum ekkert af þessu Á grislinga Nei, hann var alveg lenga grislinga sko Það er líka svolítið grillað að sitja ferstuðu með yfaraskegg í FN 957 stúdíónu að rakka niður besta leikara heim sko Þetta er uppáhaldsleikari Nei, mér finnst það að vera besti leikari Hann er uppáhaldsleikari minn sko En við ekki að þetta er pínu skrítið En það verður rosalega þegar það fer loksins yfir 25 ára Það er alltaf hliðina Ég hugsa hann gerir það núna bara sem PR-stönd Það er búið að gera svo mikið grín á Ég held að búið að gera grín á það Við drulluð saman, við gerum grín á það lengi með þetta sko Herðu, svo er það Kim Kardashian Þetta er fyrir þig Egill Þetta er orðið Þetta er mikið Voruð búin að sjá hérna Photoshop myndirnar Hún bara tók af sér vöfða Breytti mynd Kiptur hún að sem hérna hjá hálsinum Hann fór bara Sko stelpur hata trappan Af hverju? Mér finnst það miklu flottari hérna Bara venjulega myndinni Sterahausar er alltaf vilja fá stóran trappa Það er ekki sem að dömunar hata meira en stóri trappar sko. Ok, það finnst mér bara stórsfurðulegt Mér finnst hún miklu En þú verður alltaf að vinna myndina Þú postar ekki mynd óunni á Instagram Það er eitt að vinna myndina Ok, sett einhverja skemmtilega lit og eitthvað Ekki breyta þær í geimuru Sér hann hérna, þetta er bara fáran En sett hún ekki bara trappan aðeins niður Já, breyti, sérðu Veit það smekklega unni En af hverju þarfst að vinna myndina? Getur þú sagt mér það? Ég skil það ekki Út af því að það fylgir þig að vera amoral Steinþór, þú vinnur myndina, postar ekki óunni mynd Þannig að þá ertu ekki einu svona að posta mynd á þér Þá ertu að posta bara mynd Ég set bara eitthvað filter á það Myndir að vera unnar sko í 50, ég segi bara 200 ár þessi myndir sem voru tímaritum verið 60 sinni það voru óunnast í tímaritum? Já, það er bara unni, þetta er allt unni alla myndir eru unnar það var náttúrulega allt Photoshop eða gammal það líka þú tekur ekki bara mynd, hörru, inn með það núna þetta þarf að vinna þetta er Ari Mag takir bara mynd og hey, it's a rap síðan verði tölvuna, það þarf að græja þetta þú þarfst að setja kannski dekja bakgrunn og gera eitthvað en máli er að núna hún hatar trappan á sér en þetta er ekki það, þú ert ekki að vinna myndina núna ert að breyta útlitinu á sjálfu það er svolítið mikill mun kerði trappan aðeins niður hana Er þú að stækka þig vöðana þegar þú ert að setja myndir af þér? Nei, reyndar ekki, ég þarf að gera það sko Myndir ekki finnast það skrítið? Það er jafn skrítið og að taka af sér vöðana Ég er bara ekki með appið í það sko Það er þetta geðug hugmynd sko Já, ég segi að þú veist Ég er bara að gera það næst sko Furðulegasta þróun í þessu öll saman Fólk er að breyta útlitinu á sjálfum sér á myndunum Það er ekki verið að dekka bakgrunn eða gera eitthvað kontrast í myndina Þannig að þú veist alltaf að sko þú gerir húðina smúð og bakgrunnin smúð en þú vilt ekki að vera að kippa vöðum inn út Mér finnst það full langt gengi Það er bara eitthvað faglega mat Ég held að leið ekki til góðs Slúði pakkan hérna, ég nenni ekki svona fjallum þetta Patrikur Hæmi er mættur hérna, hann er að koma í spjall til okkar Við ætlum að ræða Celebrity Beef og fleira En nei, Addison Rae hérna TikTok-stjarnan, mamminar er byrjað að deyta einhvern ungan gaur Addison Rae Já, ég nenni ekki að fjallum þetta Við skuldum auglýsingar og svo kemur Patrikur Hæmi hér að ræða, já, stærstu frétt Held ég þér að hlusta hérna FM 957 og það er komin góður gestur ykkar í stúdíó til okkar Það er okkar besti maður, Patrikur Hæmi, verðstu velkomin Takk fyrir, gaman að segja okkur Ég er bara mega hress Eða ekki? Jú Þú voru ekki komið í langan tíma? Nei En komið Já, sko, eitt sem ég verðilega að lesa af því að við ætlum að koma aðeins betri inn á hitt og eftir og ekki bara ræða það Við vorum að ræða þetta í fyrstu innkomi Celebrity Beef á Íslandi sem er uppáhaldið okkar Já, og Gretar Örvas var að senda okkur það er allir slakir yfir notkun stuðlabandsins út af útsendingu stjórnarinn á Larry Ley og þau ætla að taka þetta lag allavega 2 og 3 var á Lux í kvöld og ball fram á nótt í Keflavík stjórnarinn ball í kvöld Já, á Lux í Keflavík Kóngurinn er að hlusta og sendi skilaboð Það verður meina að það sé, menn, fólk er rólegt yfir þessu En finnst þér svona, út af því að þú ert að lesa þetta blöð Finnst þér heldur að sé
segja rétt satt frá, heldur segja downplay þetta bara staðan þannig, það allir silkislagir Hann var að senda, hann Ég elska hann að gefa þetta lífinu, bestu félagar, sko Þau eru bæði svo hress, ég sé þau bara ekki fúl yfir neinn En ég var alveg hinskilin En nú skulum hætta að ræða stjórnuna og ræða hér við gest Þáttarins ekki bara, sko Ég segi bara takk fyrir síðast Já, bara sömuleiðis. Við vorum í geggjum gír á þjóðatíð Já, þið voru bara til 7 morgunum Já, og bara vorum að tókum við kláruðum litla svið Það, á þjóðatíð Það er uppáhaldsmómenti mitt Manstu eitthvað eftir þessu bati? Takmarkað, ég man að hafa tekið jagerbomb eitthvað staðar með Fóruðu jagerinn? Það er erfitt að halda í mig í drykju Við getum orðað hann Alveg fyllibita, sko Já, en það var sko Ég man þetta alveg Við tókum hérna litla svið Kláruðum þetta var geggjað sko Af því að ég man þetta svo vel og ég gleym sjaldan af því að við vorum svo læst úti, mástu Við fundum ekki Út af því þú týndi lyklanum Já, við þurftum að gista hjá frænda hennar og ég fekk lestur frá henni En Heimi, þú heldur vel í þig á þjóðatíð, það ekki? Jú, oh my god Hvað þjóðatíð þú ert að mökka þig? Hvað svona drekkur yfirleitt? Ég þarf vel að byrja fyrst á Pinot Grigio glasi, fara svo í kava og svo tequila Það er ekki stæð Hvað er þetta svona layers? Já. Var þetta fyrsta þjóðatíð? Nei, Nei, þú er búin að vera þar já, Skemmti þið vel? já Ég fór óvart einhvern veginn bara ákvaða á laugardagsmorgninum Og endaði með steindaglun 7 á litlasviðu Jep. Það er alveg Rosaleg þjóðatíð Svona átt að vera Þetta er alveg saga Þetta er bara gæði Þú veist veistlega Og serían búin af æði núna nýjasta Já. Gekkju til hamingju með hana Já, Takk til fyrir lukku. það. Já, og ég ætla að byrja bara að spyrja Er önnur á leiðinni? Já, Er búin að negla það? já Geggjað. Við erum sjálf að byrja að taka eitthvað upp Og það er 5. sería Já. brilli Þannig að Sko, mér langar að spyrja Það er að þið er búin að vera í fréttum og annað Og við vorum að læra hérna að ræða Celebrity Beef Hver er svona þín hlið? Ertu pirrar út í stelpunar í LXS? Nei, allavega ekki eða, þú veist, nei, ekki lengur Nei, ok. Ég held að þetta hafi verið bara smá miskilningur sem kom upp mitt okkar og Og er búin að skvera þú Beef? Já, ég myndi segja það Ok. Ég er allavega búin að tala bæði við Sunnivu og Birgittu Já og þú veist, já Það er miskilningur Þetta var ekkit kom ykkur pyrringur í þig En svo var þetta bara klárað Já, og ég bara bomba í nokkur low blows þannig kannski en þú veist og ég finnst það afsökunar Fokka bara ekki í Patrik í heim Bomba í nokkur fólki það bara Þá fara að heyra Já, það er líka, sko, þú vilt aldrei punkast í ykkur sem hekar ekki við að fara í low blows En fyrir það sem er að hlusta og hafa kannski ekki náða að fylgjast nógu vel með þessu bíf það sem að hún segir, hún Birgitta á Stöð 2 er og ég kvóta fyrstu raunveruleika þættin á Íslandi án handrits, ekkert leikið ekkert skriptað, ekkert tekið upp aftur. Hún nefnir ykkur ekki hérna, en þú svona tókst þetta eins og þetta væri skota á ykkur hana. Veistu já hvernig hann er að tala við eða það er ekkert annar skilur Já, hún gæti þess að vera að tala um okkur Ég meina við erum búin að gera fullt af raunveruleika sjónvarpi Nei, ekki þannig Það er svona öðruvísi. draumurinn og þetta technically er reality TV en það er svona öðruvísi fílingur en Æði er fyrsti raunveruleika þátturinn á Íslandi Þannig að sko raunveruleika þátt sem hún hleypur kameranum inn í vinahópin og eltir En þess vegna við tókum við í þú veist, inn á okkur Já, eins og að væri verið að skjóta á ykkur Já, og þá einhvern veginn bara fórum við í vörn og ég einhvern veginn bara bombaði í þetta og þú fórst í ringsparki strax En ég segi alveg, þú veist, smá eða þú veist, ég segi alveg fyrir ekki að við byrjum við að koma með low blow sko alveg 100p, hún átti það ekki alveg skilið Hvað er 100p? 100p Ég styrkaður og kemur, ég er alltaf að læra eitthvað nýtt maður að reyna að halda þér ungur sko 100p Ég þarf að byrja eftir með En hvað sér mest eftir það að sagt þarna? Hvað svona, þú veist, var það með, þú veist, persónuleikana? Nei, ég sé alveg meira eftir í að tala um hérna minnihlutahópa þú veist, að segja Já, hún hafði verið að meina hún hafði ekki verið að skota minnihlutahópa Já, alveg 100p Já, 100p Ég ætla bara að segja 100p, ég segi það ekki nú oft Nei, ég ætla að segja það nú oft, þú vissir ekki eins og af þessu Við grunaði að vera stitt ykkur 100% sko Ég veit, það er ég sko Ég segi það ekki nú oft, þú er náttúrulega aldrei Ég ætla að byrja það núna 100p Stundum myndast bara einhver svona hitti og fólk fer að stað en það geggja það við mitt að klára þetta líka bara Já, þú veist, við erum náttúrulega alveg vinir, skilur Þetta eru tveir vinahópar basically og við jammum saman og við höfum farið til útlanda saman einhver af okkur og þú veist, þannig að þetta var alveg gott sko Já, ég líka því hún var að hjálpa okkur í stóra sögum Birgitta, hún geggi Já, hún er æði sko Það er ræðislegar Þannig að þetta Celebrity Beef
Þú veist, Það er ekki nóg gott fyrir okkur því að, sko, það er mjög fyndið. Við erum búin að vera hérna allt og lengi í útvarpi. Við erum búin að ræða svona á 2 ára fresti. Okkur er aldrei celebrity beef á Íslandi. Það vantar, ég er svo ógeðslega sammála. Það vantar, það er að frétta. En er þetta ekki Svo bara loksins fyrir það var komið, þá búið að skvera það innan sólarhring. Jú, þú veist, þeim leið svo illa að þá fór mér að líða illa, skilur Já. Hefðu þær komið með eitthvað low blow tilbaka, þá er bara Það er iconic. Ég hefði alveg viljað sjá Birgitu bomba einhver í mig tilbaka, skilur þess að ég hefði verið bara oh my god. Já, þannig að þú varst alveg til í celebrity beef. En þú veist, ég hefði bara nei, ég er ekki að segja það, en ég hefði, skilur Sko, Birgitta eiginlega hæði sér hana því að hún hefði látið heyra það á móti þá þetta bífaldi áfram og báður þessi þættir hefði verið, sko, farið to the moon eftir þetta, sko. Já, reyndar eru, sko, ég hrósa æði, ég dyrkist æði. Ég hef sagt þér það á þess að við séum í útvarpinu. Þetta er ríkilega skemmtilegt og það er líka bara hvað eru eðlir einhvern veginn og bara eins og 100, maður lærir að horfa á þetta, bara nýjan talsmáta. Já, takk. En eitt sem ég spyr, eins og með 50 seríu, er þá hugsað eitthvað, er þetta bara halda áfram að koma inn í líf ykkar en eins og síðast þið fóruð til Tenu og svona, er þá hugsað eitthvað svona, ok, það væri gaman að fara hingað og gera þetta og þetta, eða hvernig er svona? Sko, núna erum við bara að filma þegar við viljum filma og erum eiginlega ekki Eru konar einhverja stjörnustælar í ykkur? Eru þarna erfiðari? Já, ég held að ég var strax orðið erfið bara sér í 2 Já Það fylgir þér að vera celebrity. Þú veist, við erum svo gaman að aðtuga þú veist, hversu langt ég get komast upp með sem að hluti, skilur við Áttu eitthvað dæmi fyrir okkur? Já, ég vil alltaf hafa jalapeno hummus frá Soma og Noah KitKati on set Dyrka En finnst þér Að vera með rætir á Íslandi og löngu komið tíma á það Finnst þér ekki geggjað að vinna með Jóhann Kristur? Jú, ég elska það, hann er bestur Hann græjar alveg eitthvað jalapeno belgi og KitKat, sko Já, þetta er nú ekki flókin rætir Þú veist, þetta byggjum bara bláa M&M og eitthvað svona kjaftaði Já, þetta er bara eitthvað sem ég allt í raun byrja að prófa og þetta er einhvern veginn bara þetta er alltaf núna Komdu með eitthvað ógæðslega flókið og leðilegt fyrir næstu séri Já, true, ég verð að reyna að búið eitthvað betra Setja svona alvöru press á liði Já, þannig að þið basically bara núna þegar þið eru í stuði eða þá bara ringið þið og látið vita bara herðu, hérna við erum í gýr, við erum að fara út að borða eitthvað svo leiðis Já, við plönum kannski með það frekar svona nokkra daga, þú veist Við erum kannski til að filma helgina, þú veist, eitthvað Ég skilji Þannig að Ok, gekkja, þannig að það, já, Áskrifendur Stöð 2 með vona á 50 seríu En bara svona, já, þér persónulega fyrir utan, hvernig gengur, ertu ennþá með kærastanum? Já, það er bara allt í Trúlofaður, eða ekki? Jú Ertu búin að trúlofa þig? Það var held ég bara sería 2 Það verður celebrity wedding Það sem horfið Helviti fer þetta fram með, til lukku Ég bara vissi það ekki Já, til lukku, svolítið síðan Og hvenær verður það wedding? Aldrei Tilbúin kveðja Sko með tóna brúðkaupið þarf að vera svona, þú veist basically flottasta brúðkaup of all time Já, ég er bara að byrja eftir hversu mikið budget Stöð 2 gefur í það Já, ok, herðu Spin-off Það verður álverið mig, herðu Ok, þú ert snillingur Ég geti nátt Þetta lætur Stöð 2 borga fyrir brúðkaup Segðu Ég get komið og tekið djam í Já, að sjálfsögðu Hóttu við þetta En hvernig hafa mínir menna Glíjarinn og Bassi Marás er þau svo nýjir það? Herru, já, Bassi er að koma frá Tælandi Ok, Það er held ég í dag Var í slökuna? Já, var bara fríi Já, bara living Ætlar hann ekki að gefa fleyri lög eða? Jú, ég er líka waiting Já, með þann lögin sem hann er búin að gefa til geggjuð Hann er geggjað rappari maður Ég held alveg að ég held að platan hann sé alveg að verða tilbúin loksins Já, það er að koma bara heil plata Já Geggjað, ert þú ekkert að rappa eða syngja eða? Herru, ég og Binni eigum eitt lag með Bassa Já sem kemur út sem er Ert það rappi eða ert það að syngja? Ég er að rappa Það er aðeins skárið að syngja Herru, ég verða að koma inn á punkt hérna sem kom áður en við fórum hérna í loftið af því að við vorum að ræða við Patta því að Patta er nú aðeins yngri en við Leonardo DiCaprio Aðeins Hvað meira, hann getur verið sonur ekki fyrir með föstudaginn Þú getur áttan Ég veit og þetta er miklu yngri en við Hann horfði á þessu og var en asshole og sagði aðeins Hann bara aðeins Það er að segja sköllóttur hérna hérna með DiCaprio Því að Steindi var með netta aldursfordóma á hann Ég var ekki með fordóma Ég ætla að klára þetta mál Ég var ekki með fordóma Ég var bara að segja, þú horfir á rítið Það finnst manni svona Hann basically sagði hvað á maður á hans aldri að vera að spjalla við 25 ára einstaklingum Finnst þér þetta aldursfordómar, Patti? Nei, ég veit þannig ekki hvað Leon DiCaprio er gamall Með hann er 48 ára Já, nei, það er alltaf Já, það nei. ekki? Jú, því finnst alltaf rátt sem með yngri konu Já En fannst þér aldursfordómur í Steinda að vera að segja að hann get ekki spjalla við hann neitt að því hún væri bara 24 ára Vá, þetta var aðeins svo
íslenskt fyrir mig, ég skildi ekki hvað það er. Þetta basically bara til einfald. Þetta meira bara svona, ertu ekki að tala eins og þú myndir bara byrja með stelpu í menntaskóla skilur við, þú veist hvað ætlaði að tala Nei, það er háskóla 24 ára og 18 ára er mikill munur sko. Já, Nefnum sér 8 ári mentó Sumir eru 8 ári mentó Elstu stelpunna voru 25 ára sko. Félagi með Lieutenant Dan var 7 ári í Vestló sko. Þú veist líka elstu stelpunna voru 25 ára. Það voru allar aldrei 22 til 24 og hætti alltaf með þeim ára 25 Rosalega aldrei fordumæstu með Nei, Patti kom með besta punktin gerir þetta ekki bara því hann getur það Já. Hann getur það og virðist vera alveg sama hvað fólki finnst einhvern veginn Það rotation system sem sérstætt auðvitað en þú veist, þetta er líó Já, en áður við sleppið þér Patti, hvernig er helgin? Herðu, Bassi á ammarlega á morgun Ok, Hvað er Bassi gast á morgun? 24. Lífið leiku við Ætlaði að koma á ljósanótt og sjá okkur Nei, þið miður fyrir að fara á Bokkstræti Club. Hvað er það bara hell í ykkur? Já, það getið alveg Já, við erum að fara á Bokkstræti. Og er það svona sögulegur hittingur í að bury the hatchet? Já. Og er það bara ekki champagne og eitthvað? Jú, ég held að við séum að byrja á tapas. Ég veit ekki alveg, Bassi planaði þetta. Þannig að ég mæti bara einhvern tímann. Heldur bara við líðið heimi. Já, svo það tequila og allir pakkin. Og heitaði bara hummusinn og KitKatið En veitum við það að það er búið að square the celebrity beef sem er skellur fyrir okkur Fréttina komið fyrst hér en samt Er reynda að starta fljótlega öðru beef heimi, við erum reyndir að það sko Já, Látt ekkert heyra það fljótlega Ekki þá við vinkunum við þar, ég verði að fassa með því I love the girls Hér eftir smá stund er klefi en við skuldum auglýsingar og svo er það að byrja á leiðilega sögur farið það hérna strax eftir auglýsingar Já, ég til ég Fyrir mig klefa strax eftir auglýsingar Þeir eru að hlusta á FM 957 Nei, þeir eru að hlusta, jú á FM 957 vonandi eða á Vísi eða inn á Spotify Já, það er náttúrulega hægt að hlusta á okkur, hvað sem er Já, en þetta er þátturinn FM 95 Blö og við erum ekki beinni útsendingu núna, við erum konið í klefa Já Og sko, ég var beðin eitt klefa á Instagram, Steindi sem ég hugsa, herðu, það er helviti langt sinni farið í þennan Það er leiðilega sögur Já Mástu, þá hringdu í fólk þóttust þekkja það og eina sem þetta gekk út og maður átti bara að halda áfram með söguna þó að vera eitthvað að segja bara herðu, þú ert að tala við vitleisa manneski, þú ert að tala við vitleisa manneski átti bara að halda áfram með leiðilega sögu Já, og reyna að klára hana Já. Og já, ég hef ekki bara farið í þetta Þetta er ekki fólkið Jú, ég er eiginlega bara fárlega til í þetta sko Ég Fannst þú alltaf svona aðeins betri sem vilt þú ekki byrja? Ég sko, ég er að spá í konsepti Já, sko, finnst eitthvað gott Við vorum, sko, einhvern tíma vorum við að vinna með jólinn Vákaði langt sem við fórum í lið Nei, það hlýtur að vera stýttar síðan Við höfum tekið eitthvað síðan Við vorum að vinna með, ég var að vinna svolítið með Njallan Já, þú varst að vinna líka með Smára svondinn og hundinn og eitthvað Já, hundinn, já, ég tek hundinn Það nennir enginn að hlusta á hundasögum Nei, ekki eins og þó maður þekki fólki sko. Hérna, ekki það velskum hundar sant? Já, ég dyrka hunda, en þú veist En þú veit að ringi í mig og vera að segja, herru, við þið hundurinn Jú, reyndar kannski myndi ég alveg Þetta er svona basically eins og þurfum maður að segja krakkasögur eitthvað svona Já, en sérstaklega þetta er ekki merkileg saga hundurinn Nei, það er hana leiðilega Já, ég hef hana mjög leiðilega Ok, ég er að spara að vinna með nafni Ester Við þurfum að byrja að finna hvern mannsnöld sem við ekki ringt í áður Ég held að við aldrei ringt inn með Ester Nei, er það? Ég held ekki Nei, þetta sé nýtt í okkur Ertu tilbúin? Ég kom Já, ég er klár Þá fyrir við þetta Ester Já. Sæl og blessu Gretar hérna megin og ég vil nú bara byrja að segja takk fyrir síðast það var hrikalega gaman að kíkja á okkur í grill og svona Gretar, býtum við Já, ég nefna að því ég varð að ringi í þig Ester út að einu af því að Sigga mín er svo þekki nú Þú varst að ringa eitthvað bara upp algjör vitsu Nú, nei, ég var að segja Sigga mín Já, hún er svo hún er alltaf svo kræfar en að gefa Týru kæfubrauð þegar hún er að fá sér sjálf hún er komið sem ekki hárlós undir Hæ? Fyrir ekki þau? Nei, halló Hvað? Ekki að segja neitt Þetta er svo gott Það er svo gott að vera að tala fullu Þetta er þessu ekki Þetta er að tala fullu Ég finnst þetta betra svona heldur en lána stað maður Herru, ég verði að fá annað sittal Já, fara allavega eiginlega þetta Ég verði að fá að geta sagt eitthvað Ég var ekki byrjað á sögunni Þetta er svo gott svona sko Ég var alltaf að segja eitthvað að söga hundinu mínum Nennir ekki að hlusta hann í sögu En verður áfram bara svona Já, ég er bara glaður Ef að símtölun eru svona, þá eru þið bara svona í dag Þá náður ekki að segja sögunni Nei, ok
Halló. Já, Ester. Já. Sæl Þorsteinn hérna, ég verð nú að þakka kærlega fyrir síðast, það var hrikalega gaman að fara svona saman í sund. Heyrðu, Ester. Þorsteinn? Já, Þorsteinn, já. Heyrðu, Ester, hún Sigga, ég varð að hringi þig út af Siggu minni, hún svo oft svo, hérna, að rétta hundunum undir borðið, kekskukur og fleira, og nú hún komið með hárlós, Týra. Nú hún komið með hárlós, hún Týra okkar, hérna, Fox-terrierinn og púðlan, blandan, blendingurinn okkar, Ester. Og Tannsteinn sem fylgir þessu og hérna við hringdum í hundaræktuna frúna hún var að mæla með bara ráfæði við hana Ester hvað segirðu? Ertu ekki hress bara? Hæ? Nei, ég verðum bara nefna því að þú vorum við ekki að tala um þetta síðasta vittusbástu með hundana? Við varum líkast til, við vorum alveg á hreinu með þetta allt saman með hundana, þetta er argasta fargan með þessa hunda. Já, ég ætlaði bara að segja frá þessu líka og svo þetta Það er ekki að setja tappa í þá líka? Jú, og svo náttúrulega hefur Smári litli alltaf, hérna, hann er allir út í hárum allt þetta, fyrir að smittast í sófan og í flísið hjá honum og er alltaf í flýspessunni bara svona kemur á skólanum og já herðu hérna einmitt já það ekki bara ég held við verðum bara að setja tappa í hérna Týru þína og þá bara gerist þetta sjálfi sér þetta losnar við þetta allt saman það ekki bara allt hárið og drasli já ég bara já við segjum það já gaman að heyra, góða helgi já ég skil að kveðju já ok blessastu mín hvað ég á ekki geta sagt svo hún veist að ég gæti ekki haldið áfram með því að hún bara ég fekk bara KO frá henni ég til að sleppa mér í dag ég gef þér einn þú fært tvo sjálfsíð viðbót ég verða að ná þetta verður bara svolítið þinn liður í dag þú var að reyna að segja þessa hundasöguðina en málið er að Kottu Smárinn fyrr bara Smárinn verður að helsta og hann þykir svo væntu þig ég veit það og kannski leif honum að fá að taka í tólið þú veist og fá að fara í síman ég hef svo gaman að ég get ekki fylgt þess eftir þannig að þú tekur 3 sindar og svo segir þetta gott þessi síðasta Ester hún var bara henni fannst þetta svo skemmtilegt sjálfri að ég gæti ekki þú veist hvað ég að segja ég byrjaði bara að skella henni fannst það ekki leiðileg og mjög smitandi hlátur líka fyrir mér næstu Ester Kottu sæl og blessu Tommy hérna maður hann að Kollu og pappa Smára takk fyrir síðast hrikalega gaman að fara svona óvænt í útilegu með ykkur heyrðu, hvernig hitti ég á þig? Býtu, nú veit ég ekki hvernig ég er að tala fyrir já, heyrðu, ég var nefnilega ríkið það því að hundurinn okkar hérna, okkar Kollu og Smára hún Týra, hún er búin að vera með sig í hárlós og hann er eitthvað svo lítill lísi drengurinn Smári, ég ætlaði bara aðtöku hvort þú gæti rétt svo svona að stappa í að stálnu ég heldur sér að tala við ykkur sem Smári, komdu hæ, halló hundurinn er að fara svo mikið á hárum Ester hundurinn er alltaf að fara úr hárum að detta af hundinum pappi segir að skipta fóður talaðu nú í símann Smári Ester Ester, ertu það? Akkur er ég að blanda Smári í þetta ég haf búin að gleyma að ég kann ekki að leika Smára þetta var svo vond allan hátt þetta var það fari ekki mér þetta var ekki endurinn sem ég pantaði sko en hvernig get ég ekki halló ég er ekki bara að fylgja sættur halló þetta er Smári hérna ég veit ekki hvort þú helir sem krakki eða kona en þetta voru leiðilega sögur ég þarf að fara að æfa mig eftir hérna sko já ég skal taka þetta með næst ég ætla ekki að blanda mér í þetta núna já ég
En ég get sagt reitt, ég hafði mjög gaman að þessu Ég veit ekki hvort það sé bara eitthvað sveppgalsýmur Ég fannst mér þetta að finna Ég held að þetta gæti skrifast á galsan Við látum þetta slæta Við skemmtum okkur allá Já, við skemmtum okkur mjög Þessi heitir, að kalla sig Sam Ryder, veit ekki hvort hann heiti það Og lagið er Spaceman, við vorum að tala hann er eins og Freddie Mercury stundum hann í laginu Þetta er rosalegt lag, góðu söngvari Herru drengir, ég var að fá skilabóð hérna á Instagram Róbert Ingi, hann var að henda á mig að annarflokkur í Keflavík eru leiðin til Akureyrar full rúta með hátalarni í gangi og trúðana með trúðana í gangi Já, eða ekki, verður við ekki að peppa Alltaf gott að menn á leiðinu norður sko Já, City of Joy Já, það er okkar staður Hörðu, málið er að Steinþór er að flytja lögheimil sitt í Borgatúnið á næstu mánuðum Já, ég vissum að þetta tengja þetta Hörðu, ég er að sjá okkur rosalegt frétt sér Ég þarf ekki að tala um neitt annars en að lasa frétt Það er að kenna fólki, má ég segja þetta út með það? Hver var fyrirsögnin áttur? Kennir fólki að totta í Borgatúni Það er rosalega fyrirsögn Ég ekki sé, málið þessi fyrirsögn farið Pulitzer Þetta er losti Þetta er alveg fyrirsögn sko. Já, þetta er námskeið hjá Málið er að námskeið í Japli Það har aldrei verið námskeið áður sko. Og virtir kennarar þarna Saga Lúvía Sigurðardóttir Indiana Rose Ægisdóttir kynfræðingur og Kristína Þórsdóttir kynlífsmarkþjálfi Ég hef aldrei heyrt kynlífsmarkþjálf áður Nei Þetta farðu bara og jafnkenslu En er þetta basically Ég sá þetta ykkur bíum Ég vissi ekki að væri vera Í hvað myndar Old School Þetta er Will Ferrell lappað inn og hann hélt að það væri eitthvað vesen með frúna og ætlaði að lemja kennaran Sendur hann að vera á lað með sjálfur þess að harða fiskur Þetta er áhörd Hafa verið svona námskeiðar Sko, er þetta bara kallkyns kynfærið sem er verið að kenna á Sko, þetta heitir mjög gott nafn á þessu Hot og gott tott heitir þetta sem ég hljóma mjög vel Þetta er hot og gott tott og síðan þetta er reasonably priced sko 4,990 sem er bara barging fyrir þetta sko maður veit ekki hvað maður færi fyrir peningin Ég sætti nákvæmlega hvað fyrir ódýrt námskeið Það stætti nákvæmlega hvað færð Þú færð að læra Þetta er bara frí auglýsing fyrir þau Þú lærir deep throating Hvernig hún nota tungu og hendur Mismöndi stellingar sem henda vel Kjálkaspenna, tjáning Sjálfströst og attitút og margt fleira Fyrir þetta á 4,990 Ég segi sign the fuck up þannig Hvað er þetta að lesa þetta? Og Steinþór, þú verður svolítið í Borgatúnu og næstunni held ég, eða ekki? Er ekki svona astanlegt Er ekki astanlegt Ég veit það ekki En væri ekki astanlegt að ég veit ekki eins og hvernig að segja ef maður myndi að fara að benda maka sínum á þetta En þú kemur heim með gjafabrif Þá ertu lúmskur sko Nei, en þá ertu ekki lúmskur Þá ertu basically að segja makaðinu að makiðin þurfi kennslu Ég held að einstaklingar verða að fá að sæna sig sjálfur á þetta Þetta er bara 100% En sko þið verður nenni að gera það fyrir mig for the sake of comedy að rétta frúnni þau komið heim gjafabrif í Nei, því þá ertu basically að segja bara herru hérna, þetta er búið að vera fínt síðustu 5 ár en nú farðu kennslu í þessu Það er bara ekki nógu gott sko En er þetta ekki Þetta er eitthvað sem makiðin þarf að ákvæða sjálfur En er þetta ekki Þetta er versta gjöf sem þú getur gefið makaðin En sko það stendur að stóða að það væri mikið að pörum að fara eða ekki? Það var það að hitt náttúrulega Þetta er verið að kenna bæði Ekki samkvæmt titlinum á námskeið Bara að gera við liðni sko Þannig að sko En þetta er bara námskeið Og þetta er 490 og þú veist þetta verður slegist að komast á námskeið lofaði því sko Já, pottet Við þurfum að fá þetta Mér fyrirsögnin bara svolítið grillu Tótt í Borgatúni Og líka þetta Borgatúni verið svona bara eins og sé að kenna bara þar bara í Borgatúni En máli þetta Borgatúni er svolítið Wall Street Íslands og bankamenn eru horni Þannig að kannski er þetta allt bara hvað verður að gæja sko Bara markasetning og konur þeirra, ég veit ekki eða Ég er að hugsa upp átt Ég minnst það nú ekkert endilega það líklegt Bara ég held að þú sett einn af þeim á Íslandi sem á bara alls ekki að hugsa upp átt En ég sko málið með þetta Ég er að fara að gefa öllu félögum minu gjafabréf við þetta næstu þegar ég amali sko Það er gott kameri sko En svo er þetta ekki bara fullt af fólki sem er að nýta sér þetta 100% Menn það tók þið nýttir þetta blöð Nei, því að kona mín er ekki með tippi Þá var þetta skrítið fyrir mig að fara á þetta námskeið Þetta er náttúrulega fyrir aðalann sem er að veita
Og ég get lítið nýtt með þetta. Það er svakalegt megin sko. Það má ekki sjá neitt svona sem er tengt kynlífi. Það er eins og sé tíð. Þá fer hann allur í einhvern nút og bara grenjar og hlátri. Og finnst allt ógeðslega fyndið. Við erum í stór hættu þegar maður er, ef ég er eitt svo þroskaðist í þættunum af þrejum, þá er þátturinn í stór hættu. Já, ekki sérði mig bara hefði að vera að kenna tóttnámskik. Herði, þú sér ekkert að hverju degi fyrir svona tótt í borgatúri, sko. Nei, fyrirsögnu var þetta rosaleg. Já, en þetta er bara námskeið. Já, við skuldum auglýsingar, svo erum við að fara í spurningakeppni Gilsarans Sverðuða og Mávar. Já, eru Mávar í dag? Eru Mávar í dag, þetta er virtasti liðurinn okkar. Og svo er náttúrulega líka nýrliður sem heitir Spenar, sem fekk ekki pláss síðast. If we have time. Erum við komin í dagskrá Mávar kötta fljótt á traileri. Já, núna er það vel að búið. Ég töða vanlega köttar á mína traileri. Köttar töða líka þessu. Þessi er þetta Mávar. Þetta er gott lag. Þetta er frábært lag. Herðu, hérna eru þið tilbúnir drengir í keppnina Mávar. Já, ekki. Og Ég sé alltaf búin að tapa í þessu. Nei, þú náðu nú einu stórmeistarajafntefli, eða ekki fyrst haldi, minni mig sko. Ok. En þú getur komið sterkur inn. Já. Og fyrsta spurning: sjá Mávar betur en mannfólk? Hvernig er sjónin hjá mávarum? Þú veist, er þetta allt í lagi sjón? Er hún frekar léleg? Ég segi að hún sé síðri. Síðri? Já. Ég segi að mannfólki sjáu betur en Mávar. Já. Sko, að tala um að vera með að sjá eins og Havörn. Þetta er náttúrulega ekki Havörn. Þetta er náttúrulega Sigul. Havörn með betri sjónum við. Já, töluvert sko. Já. Og þegar, sko, þannig ég er alltaf fyrir mér, ef að Havörn er með eina bestu sjón í heimi, þá þarf nú kannski ekki mikið til þess að Mávar sjáu betur en við. Þeir getur örugglega spotta mús bara úr 30 km hraðlag. Ég segi það sem betri sjónu við. Þú sé það, já. Ég meina þeir sjá rottur og ég sé vídeo af Mávi að ég sé rottur sko. Já, þú? Já. Ég ekki, ég vil á Mávarnir. Nú, greina. Mávar eru með betri sjón en mannfólk. Ég er alveg að hýra þetta. Rosalegur í þessu, þú ert bara, sko, þú veist allt um Máva. Ég, sko, á Google, Seagulls, excellent. Seagulls. Þetta er ekki það Erik Cantona sagði, when the seagulls follow their troll is because they think Sard is going to be thrown into the sea. Já. Þannig byrjaði Máva konceptið sko. Áður en að Steinda var pakkað saman í one-on-one. Excellent vision. Excellent vision. Better than human vision. Það er þetta ekki að hjálpa okkur þessar Mávapláður sko. Þeir sjá betur en við, þeir eru gáðir. Við erum að díla við alveg creature. Ég veit ekki, ég held að sé bara Steindi. Er einhver hrættu við Máva á Íslandi, annað en Steindi? Já, sko, ef það væri Máur heima, mér er mjög alveg saman. Sko Máur sem hann lendi í náður upp á brjóskassa. Já, þeir eru alveg stærri, sko. Þeir eru búin að stækka. Þeir þróast eins og mannfólkið. Við vorum eins og miklu minni. Ég get alveg lofa þeir eru ekkert búin að stækka. Víkingarnir voru 1,60 eða eitthvað, sko, þú veist. Skilur við erum alltaf að stækka. Googlaði það, eru Mávar búin að stækka, Seagulls? Já, það er 100%. Þetta er spurning sem ég geti komið með næst bara. En ég held að þetta sé vesundum allan heim núna Mávarnir. Ég held að þetta er ekki bara Ísland vandamál sko. Í álur. Já, þetta er samt eitthvað rosalega íslenskt að vera með Máva. Ég held að sé það taken all over the world. Þeir eru að öllu svona, já, þeir eru að vera betri enn mannfólki síns mér sko. Og þeir geta hreift sko, þeir eru einn að fáum fugli sem geta hreift augun í tóttunni. En hafið þess að tekja, en hafið líka hreift augun. En finnst ykkur ekkert hérna gæsir vera að færa sem á skatti líka? Jú, það er nefnilega. Og þegar í morgun var ég að taka á þetta, ég er bara með 1 bíl á heimilu núna, en ég tek alltaf hopphjól í vinnuna. Og í morgun var alveg hópur af gæsum á göttinni og það færðu sig ekki. En kom eitthvað gús nála? Það voru ekki að trættaði mig. Ég fór svona metri fram að þeim og það er bara svona gáði sér. Það er alltaf verið þannig, hefur ekki séð þeirra gæsur að lappa í götuna með mjóttinni? Það er alltaf verið svona rólega. Já, nú er náttúrulega Seagulinn orðið þannig líka. En það er ekki aggressívar sem Mávar sko? Nei, hann er náttúrulega svolítið aggressív núna og það er komið að annar spurning drengir. Veistu hvað eru mjög aggressífir í ágúst? Já, geitungar. Það er geitunguvandamál í Mosó. Já, ég segi ekki vandamál. Ég fór á Barjón Mosó. Það var bara Mosó, sem það manni simmir þetta má selja þessu út úr því. En sko, tilti mér úti og það var gott viður. Ég ætlaði að fá mér að beer. Ég gæti ekki verið það og það var geitunguvandamál. Sér fór ég í tífólið, þau voru líka þar. Það fylgdi tífólinu. Þú ert eitthvað að vinna í þessu stund. Já, þið komið bara með tífólinu, þetta er bara geitunga. Þú vilt ekki missa Mosó í geitungavessin, sko? Það er ekkert geitungavessin. Og það er ekki eins og lengur Mávavessin. Þeir fór allir til ykkar. Fór í Garðabæinn og Kópavogi. Herðu, er Karlkins Seagull
Með Seagull, þetta hættur að segja máur, segir Nei, Seagull já, núna. bara máur Ok. Er Hann að Karlkins lesa af Google sko. Nei, er Karl Nennir ekki svona þýð? Jú, þetta er þýtt hérna Ok. Er Karl Þeir eru alveg búin að taka út á læri Hvað, getur ekki lesið Það er Karlkins? engin pressa, Karlkins- lest þetta bara hægt og rólega Máur með getnaðalim Með penis Já Er máurinn með getnaðalim Meina, hvernig á hann að fjölga sér? Já, Hvernig á hann að fjölga sér hann ekki með penis? hann er ekki svo fiskatinn Já, við hefum aldrei komið staði nákvæmlega hvernig þeir gerir þetta Með Við höfum- hognin og Þurfum við ekki að fá okkur fiskasérfræðingi í blöggast Nei, við erum góðið sko fiska sér Já, eitthvað sem þekkir því ósinn svo getur fengið svör við þessu. Já, hann hlýtur örm, ég segi það Ég segi hann sé með eitthvað dindil Sko, ég ætla að málið er Ég vekki mikið, þú veist, ég horf mikið á dýrlist þetta og ljón og þessi ég fara bara á bak bara, þú veist, svo þú fyrir á bakstindi bara skríða aftan okkur annað og bara á bak Já, þannig bara Ég fer hef ekki á séð bak. það mikið með fuglar sko. Þetta er alveg þetta er heila. Hefur þú séð má fljúa og þú séð eitthvað hangandi eða? Ég hef ekki séð, ég sé má hverjum dag, ég hef aldrei Það var aldrei séð stórt Nei En samt sko, ég menna, jú, ég hljóta, er það ekki? Er það ekki? Jú, ég Ef segi þessu það væri samt að lítur á einhvern einn máur að hafa kannski Ég menna, ég fæðst með svolítið stóran, sko Þá Ég segi- hefur maður séð það, sko Ég segi já. Ég er ekki viss með þetta, ég segi bara penis, já, þeir eru með penis Segir báði já Já, Það er nei ansvart Hvað Þeir er það? eru ekki með þetta Er trygg Hvernig fjölgaði sér? það með punga? Já, það stendur þetta unlike mammals Most birds, sko, er ekki með penisa, sko Ok. Heldur, þeir með eitthvað, sko, sem er the cloaca is an internal Cloaca? chamber in the end, þetta er sko eins og það opnast greinilega ykkur svona það opnast eitthvað greinilega Hlið? Já, og þau Chamber? svona Herru, farðu bara í þriðju spurningu. Já, ég googlaði þetta strax Ég googlaði þetta heil lengi og ég náði eiginlega ekki utan Við þurfum hvernig þetta er fuglasérfræði, ekki útskýra Já, þetta en þau eru, mér sýnist mávandi vera kvenkis og kallings með eins hluti og sem þau bara svona einhvern megin samina En samt Bara meika svona sætt skæri Já, svona einhvers konar svona eitthvað sem kemur út, sko En ég hefði þátt að segja þarna nei, og ég hef aldrei séð fugla í, þú veist, í mökum í rauninni, sko Nei, maður sér það ekki Kjúl sko. rugla ég á að með þarna Maður sér flugur stundum vera þessu Þvælast tvær í einu eitthvað staðar, fljúandi Hefur ekki séð það? Hefur séð hrossaflugu tvær Já. þrjá saman oft, sko Já, já. Það er hrossaflugu komið veseni með í síðustu Kópavogi, sko. spurningunni sem kæftaði maður Það er hrossaflugu faraldri í Kópavogi Já, sko, Það er vesti faraldri Já, geitugarnir eru sko að tvennu illu, sko Það er ekki alltaf hrossaflugur Já, Já, það er ógæslegar Það eru silent, það er sem ég hata við það, sko Já, það birtast bara. Geitugarnir og heyri, þeir eru í glugganum hjá þér Já. Þú heyri Þú veist hún er Hrossaflugur alltaf gerir ekki neitt Það heyrist ekki Það til er þeir ekki það hrossaflugu Herru, er kúkafílan vond af máum? Þetta er þriðja og síðast spurningin Egil, svara þú undan, annars get ég jafna Já, þetta ætla greinilega að segja öfugt við þig Ekki segið mér að þið fundið þetta okkur í síðu Ég bara, þetta er Kúkafílan sé Jú, vonda þetta má er allt til máva, skal ég segja þér Þegar þeir hæja sér, Sko- kemur lykt af þessu Sko ég hef lendið í því þeir leika sér að þeir hæja sér á bílum minn Út af þeir eru hostile Já, geta Ég sé alveg þeir miða Já, En ég hef aldrei labbað á bílum og svo fokk, það er vond lykt á þessu Þannig ég segi negri, það er ekki vond lykt á kúkum það Ég hefði sagt nei, en ég ætla að segja já og svo ég segi svo jafna já og það er rétt og allir, það er 2-0 í máum í dag Það er ekki Herru, vond ég lykt af- Mávar eru komin í pásu Ég er núna. orðað hýr kostum Þessi ekki. dagskráraliður Ég er orðað Hann er bara hýr að fá langþráða pásu Hann er ekki búin að vera lengi í loftinu Herri, má er nýpir Maður er heimskar eftir þess að keppna alltaf Nei, þú- Spurningkjarni gilsir hann skári Nei, máli, þetta er Þú styrðið með tippið, skítalegt Hvað er það með einhverja þroskandi spurning? Skýta, ég saldi hvað það er skýtalegt af þeim Þú varst með tippi og kúk í þessu Já, þriðja En spurningu. Það verður ekki barnalegra. En strákar, það er af því að þeir borða svo mikið af ávöxtum og græmmiti og minna af kjöti Ávöxt? Já, Nei, þeir borða ælur og Hvað fá þeir ávöxt á Íslandi? McDonalds Já, hanga, sko- þeir hanga hjá Metro í Kópavogi, Já, sko. reyndar að vera að tala um fugla kannski yfir höfuð með ávöxtin og það en þeir eru samt svona með, já, nokkuð bara fína hæðir Það stendur hérna Herru, frábært, þetta voru mávar og svo fyrir við í sverðuða hér eftir smástund Hér á FM 957, við erum ekki í beinni útsendingu núna, drengiti því að við erum komnir í klefan góð Og já, þetta er okkar upp á staður Já, við höfum sagt það margoft og hérna líður okkur vel Já, Og sko, við ætlum ekki að taka 2 klef í dag Hvað eigum við að henda okkur í? Eigum við að byrja á virtasta dagskarliða fyrir 9 blöð í dag, sverðu það? Hann er mjög virtur, ég er að heyra það út um allt Og hérna, ég held að fólk hafi gaman á hann Já, ég Ég hef gaman á Já, og það er eiginlega nóg, ef okkur finnst þetta gaman Já þá ætlum við að gera þetta fyrir okkur í dag Við skiljum hann hvorur Nei. Eða svona, þú veist, jú, við vitum alveg hvað hann er En hann er ekkert flókin Nei, en það gæti orðið alltaf flóknar að finna góð fórnalöpið í þetta
Því að mér sko, það bæði gaman þegar við ringjum eitthvað sem þekkjum ekki neitt. Já, ég ætla að segja, ég er ekki með neitt. Og þegar við þekkjum eitthvað. Ok, vilt þú Ég er búin að ringja mamma og pappa. Já. Hvað áttu, þú lítur eitthvað að vini Já, ég veit, ég bara spáði sko. Já, ég meina, ég var bara ekki búin að hugsa þetta, skilur. Ég var ekki undirbúinn. Nei, ok, en okkur skiptu þessu ekki bara þannig þá að þú tekur í dag einhvern sem við þekkjum ekki eða þú þekkir ekki og ég tek einhvern sem ég þekki af því ég var með eina pælingu bara ég pínur hættu hvort hann hafi heyrt þetta en ég ætla allavega að reyna eitt sem að getur verið gott af því ég er búin að vera í samskiptu við hann. Hvað erum við að tala um? Ég ætla að reyna Jó Ásbjörns tengt kostunum á blökkastinu. Já, það var mjög gott. Ég meina annarkvæmt get ég hugsað einhvern eða bara þú hringir út í bæ. Nei, ok, þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað mörg símtöl. Nei. Ég get líka alveg hringt út í bæ. Nei, ef hafa þá bara þú tekur í dag einhvern sem þú þekkir ekkert og ég tek einhvern sem við þekkjum. Svo skiptum við næst. Já, svo getum við gert það. Já, svo má stundu vera 2 stundu 3 eitthvað. Já, og málega það er enga reglur í þessum lið. Nei, það er góða við hann, segi ég. Ok, ef við ekki að byrja þér það. Jú. Hvaða pælingu ertu með? Sko, hvað segir Blöð? Við tókum bakari síðast. Var hringi apótek. Þá er það svo mikið í boði. Já, en taktu þá, verður þá svona stressu típa sem að er með eitthvað svona list þannig að ef þú ert alltaf að spyrja aftur og aftur þá þarf eiginlega að vera ástæða fyrir því. Þú hvað ég meina? Já, það er bara að vera að senda mig að sækja dót. Já, bara eins og konan sem hún setur með eitthvað lista eða eitthvað þú ert að reyna að ná nokkur hlutum af listanum eitthvað sliðis. Já, okay. Ég get gert það. Herðu. Veitu hvað er fest aftur hana? Jú, það er alltaf pillur og pillur, ég meina þú getur keypt nammi í apóteki. Ég fór að keypti súkkulaði um daginn. Ég var að kaupa reynda töflu líka. Shampoo. Ok, þetta er gott. Ok, ert þú ready? Já, ég er klár. Já, góðan daginn, heyrðu, ég er með smá lista hérna frá frúnni sem ég þarf að græja og ég væri helstilega að geta að græja þetta bara allt núna í sömu ferð. Já. Eru þið með freyðitöflur? Já. Svo er það? Já, við erum með freyðitöflur. Já, ok, en eru þið með ibuprofen, ekki ibuprofen heldur ibuprofen? Já. Sverðu það? Sé ég það? Nei, ertu með ibuprofen, þú sverð það alveg? Já. Já, en hvernig er það, ekki er það með hárnarning og shampoo hjá okkur því að það vantar að það á heimilið, það er allt búið. Það er sitt. Hæ, sverðu það? Egið þið svo leiðis? Já. Já, ok, en hóstasalat? Hóstasalat? Nei, hóstasaft fyrir ekki þið? Já, við erum hóstasaft. Sverðu það? Sver ég það? Já, ég bara spáði því svo ég sé ekki að fara í fíluferð. Nei, ég sverða það til hóstasalt. Já, og þá er vantilega líka til hælsaraplástur eða ekki og svona lúsa sjampo stóru brúsunum eða? Já, örglega. Já, hvernig, er eitthvað munur er það kannski til bara 1 brúsi eða er? Nei, það er til eitthvað, kannski 2-3 tegundir. Sverðu það? Sver ég það? Já. Já. Ok, heyrðu, þá kem ég kannski við og græja allt þetta. Er ekki með sólhatt og C-vitamin líka eða ekki? Jú. Og njalatöflur, sverðu þetta? Já. Heyrðu, ok, þá kík ég og gerir stórinköp. Já, verður velkomin. Sverðu það? Er ég velkomin? Já, þú ert velkomin. Já, ok, takk. Já, bæ. Þetta er svo mikið þvælan. Sverða það, já, ég sverða það. Ég fór alltaf inn að hugsa sko, hvert átti eftir að fara með þetta? Já, heyrðu, þetta er bara svona. Þetta er ekkert annað en bara að segja sverðu það. Já, sko, það er svolítið svo gaman að safna, sko. Ég held við höfum örgulega náða alveg nokkur um handa, sko. Já. 5-6 eða eitthvað. Ok, þá er komið að mér. Já. Á ég ekki að fara í, hvað voru að tala um áli? Já, Jóa Ásbjörnsmaður. Já. Ég ætla að ringja hann. Sko, að því ég er búin að vera í sambandi við hann. En bara á svona tölvupóstum eitthvað upp á kostanirnar í blökkastinu með safran og American Style. Já. Og hvað býttu, hvernig var hann að pæli eitthvað breyta það? Nei, hvort hann ætla að svissa eitthvað. Hann á náttúrulega 300 staði. Já, en eina sem ég hugsa, þetta gæti alveg verið líklegt í sig að hringja hann út af þessu. Já. Sko ég meina. Já. Ég bara veit ekki alveg hvar ég á að koma inn sverðu það. Nei. En ég finn eitthvað en ég þarf að finna það bara í símtalinu. Já, bara heyrðu í honum. Þú heyrir líka strax hvort að hann kannist um lið. Já. Þú veist, að því að hann myndi að strax segja bara ég er upptekinn, sko. Já, annars þingi þá verður ég bara að finna eitthvað annan. Já. En ég þarf að taka þetta náttúrulega í gemsanu svo hann fatt ekki. Þannig að það verður kannski aðeins liðlega að hljóða á sig. En maður sjá, ringjum í Jó Ásbjörns. Sælunur. Sælunur, hvað segirðu? Sko,
Nei ekki? Er það nokkuð að drubla þeim? Nei, alltaf ég er bara skrifstofunni. Ertu? Ég er bara á skrifstofunni. Já, ok, ekki. Ég ætlaði að meita að tjekka hérna Safran og American Style. Er það ekki áfram með okkur í september? Jú. Ég var eitthvað að hugsa að svissa en ég sé bara mjög fínt að taka bara 1 mánuð í viðbót af þeim tveimur. Þannig að þau eru bæði on? Já. Sverðu það? Hæ? Sverðu það? Já. Já, ok. Af því þú varst eitthvað að tala að kannski að fabrikan eða eitthvað fara að detta inn, þannig ég ætlaði bara að tjekka og það var ekki eitthvað miskilningur. Já, það er ennþá alveg pæling. Ég held samt að við skulum freka bara hugsa það í október eða eitthvað. Klára september eins og ná að vera. Já, þú sverð það að það verður áfram. Hvað segirðu? Sverðu það að verður bæði áfram? Veitu hvað? Sverju það? Já, þannig að ég er bara að hugsa út á auglýsingadeildinni. Þannig að verður ekki eitthvað vitleysa. Þannig ég sé ekki að láta eitthvað auglýsingadeildina hafa vitleysar upplýsingar hana. Bara til sé bóttið. Já, ég senda post á því á auglýsingadeildina. Ég sver Já, kæra auglýsingadeildina. Ég sver Nei, ok. Nei, þá bara auðvitað svona, ég heyri betur í þig bara hérna eftir helgi með tilbúið eitthvað. Ok, Unnur. Ok, bye. Sko gleymast, ég lætti ekki að fara í núna síðan bara erum að taka þetta upp eitthvað, ég verð að senda hún á þetta. Ég sko málega, ég nenni ekki eins og að senda það sko. Fólk heldur bara þessi málta gufuruglæðir, beða fólk að sverja hitt og þetta. Þetta er æðislegt sko. Ég elska þetta sko. Ég elska hana dagskóli sko. Erum við sko, við erum búin að hringa eitthvað meira. Erum við ekki bara góðir? Ég meina mér, jú, ég bara... Þetta var dagskáliðun, ég sverða og Sverða? Já, ég sverða, þetta var sverða. Já, það er ekkert bara við sem er svona gamla þessu. Já, þú veist, ég held þetta skiptist öruglega í nokkra, allavega 2 hópa sko. Það er ekkert allir sem var kannski gaman að þessu en það eru margir sem voru í skíunum með. Já, ég bara takk fyrir okkur. Ég er gaman þessu. Fyrir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og drengir, það streymir fólki í dalinn. Það er stórleikur í gangi. Já, íslenska kvennalandsliðið að fara að spila gríðalega mikilvægan leik og hvað, reyna að tekja okkur bara á HM. Já, sko, þetta er Ísland-Hvítarússland og sko, ef ég sé nú bara strax fullt af fólki í stúkun. Er það 16. hitti, þannig að þeir eru ekki búin ákveða hvað ætla að gera, drullu ykkur á völlin. Já, ég var fárlega til að vera þetta núna. Þetta er sko, við erum að tala að ef það er taka þennan leik sem það er eiga að gera á blaði, þá þurfa þeir að vinna næsta leik sem ég held í þessi Holland úti. Þá er að koma að HM. Þá er örugar, já. Annars geta það farið í eitthvað svona umspil. Erfitt, eða svona flókið umspil, las ég. En hérna, sko, drengir, ef það komast á HM, þá er það að fara til Ástralíu á næsta ári. Elta það maður. Ef við eltum það ekki við skoðari. Þú ræður ekki við það flug. Að fara til Ástralíu og taka eitt leik þar, það væri geggja, sko. Meirinn til í það. Komið kongulegar og hákallarna og krokodílarna og allt það. Ég farið til Ástralíu. Hann liði það. Hvernig var fyrir að ferða þáka? Það var mjög erfitt. Ég get alveg vikið það, sérstaklega því að ég var með Dorothy inna, flugrættasta manni í heimi. Það er ótrúlegt að hann hafi ákvað að fljúga til Ástralíu. Þess vegna tók ég að með mig leika til Ástralíu. En hvenær byrjar leikurinn nákvæmlega? Hann er byrjar. Er hann byrjað? Já, og það er bara, ég var að kíkja inn á Vísa, það er svona að vera, sko, sína, það er einhver að skrifa, bara lýsa þessu, Já, bara bein lýsing. Bein lýsing, og við erum búin að skota mark og allt í gangi, sko. 0-0. 0-0. Ok. Herðu, en það er komið að spurningakeppni Gildarnas. Yes. Hvað varstu með þetta? King of School? Margir sem eru að hlusta núna voru að byrja í skólanum. Já, langt síðan að við vorum þar. Já. Saknaðis? Já, mikið. Já, ég líka það. Það var ekkert eðlilega gaman í skóla. Já, það var alltaf gaman. En ég fattaði það eftir á hvað var gaman. Ég fattaði ekki þegar ég var í skóla, þá var það leiðilegt. Sem ég fattaði ég fann að vinna, fulla vinnu, þá fattaði ég, það var gaman í skóla. Já, þetta er einhvern veginn allt í lífinu, er alltaf betra í minningunni. Sem er leiðilegt, sko, maður þarf að lifa í núinu. En svo þegar ég fór ég var mjög áhugalaus nemandi bæði í grunnskóla og menntaskóla og ég hafði ekki áhugað því sem ég var að læra. Félagslífið og þetta var alltaf svo skemmtilegt. Já, það var svo gaman, sko. Og eiga til dæmis frí til 9:30 daginn eftir einhvern veginn, þá eru þið miðvikudagar alltaf bestu dagarnir einhvern veginn. Já, ég var svo erfiður að vakna stundum á mótana.
Þú veist líka gaming langt fram á nótt sko. Já, þú veist, og ég er svona, já, eins og Egill segir, ég hafði gaman að félagslífinu, heldur betur, en maður var ekkert að elska það að fara í tímana. Nei. Og ég gleymi því aldrei að einu sinni það var búið að banka svo oft á dyrnar og mamma og pappi orðin mjög þreytt á þessu að pappi skrúaði hurðina af hjörunum og neitaði að láta mig fá hurðina aftur nema ég myndi hætta þessu. Svo myndi mæti í skóla. Já, ég mætti alltaf, ég bara þú veist. Og svolítið segið. Já, það hefur ekkert breyst. Það er gott hjá honum. Já, ég er ánægði með seniorinn. En er það spurningkeppni? Já, sko, ég er með 9 spurningar. Ok. Og þú veist, vannalega er það 7-8, þannig að þið þurfa að vera þolinmóðir sko. Já, ég ætla líka bara núna, ég hef sagt þetta aður. Ég nenni ekki, ef þetta er eitthvað svona, þá ætla ég ekki að leikslast það, ég ætla bara að svara. Þetta er rétt að hugafæri annars lengir þú þvæluna og Steindi, taktu blöðnúandi fyrir mig. Já, ég er nú alltaf reynd að svara þessu. Hugafæri og blöðnúandi fyrir mig. King of school. Og þetta er, já, ég ætla að byrja bara. Þetta ætti að vera 50-50, við erum báði lélir. Já, það er bara rétt. Já, en samt eru góðir í skóla lífsins, sko. Já, gerir þú það líka? Já, ég menna, skóla getur rífislegt. Ertu það geggjaðar að skeina þér að þú gæti kent áfanga í HR? Að skeina? Já, ég myndi segja það. Nei. Ég er svona Þú ert ekki sérstaklega að skeina það blöð Hvað meinar? Ég er bara eðlilega bara skeini mér eins og allir aðris. Já, út ekki með BS-gráði svo Steinþór. Steindi er ekki heldur með það, hann bara skeini sér oftar en aðrir. Ég myndi segja að þetta væri svona smá áhugamál hjá mér. Já, þú elskar þetta. Nei, ég elskar þetta. Það er því oftar svo að gera eitthvað betri verið í. Hann get aldrei kent þetta svona. Repetition. Ég get alveg kent. Allir þjálfur að segja, það sé 1 og 3. Ég geti kent að krumpa pappinu saman, það er bara að kenna það. Ég geti kent bara munin að brjóta og krumpa eins og fullorðið fólk viti það ekki. Jó, svo bara þú veist, maður, ég veit ekki, þú lærði, mamma en og pabbi kentu þér þetta, örglikt hjá hann. Og þú hefur bara gert þetta eins síðan. Þannig að það er mismunandi kannski kannski er einhvern úti sem ég fengi mér skrítið skilabá með þetta og kannski skeini svo á golfi ég veit ekki. En Steindór, viðskiptahugmynd leggst á golfi og skeini sig. Þú getur bara fengið þig að koma heim og kenna grislingum að skeina sig. Svo þegar það er þreytt að þegar fóldrar var að kenna grislingum einhvern veginn taka hann á bleginu, setja hann á koppin og kenna hann að skeina svolítið þreytt konsept og þú geggjaður í þessu. Þetta getur verið beita $1 í 2 hana sko. Þetta lút, hvað er það að tala? Kenna fólk að skeina sér, börnum og öðrum. Og ég bara stað, hvað er þetta að tala um? Það var ekki að tala um einhverjum, það var ekki á einhverjum áfang Það er tóttkensli að borgartónu nú sko, þetta kenna allt sko. Hvort þú er meiri fókusjáður í skólanum, gellur eða námsefnið? Gellur. Já, gellur á blöð. Ég var búin að setja punkt á blöðana, ég vissi svarið sko. Hvað meir? Það var spólandi hringi hérna á kólvillu sko. Já, ég ætli maður hafi ekki verið forvitin á þessum tíma. Já, ætli það ekki. Varst þú ekki gaming og eitthvað? Þú varst í gellunum hana? Ég sá því fyrir einhvern veginn bara svona að þú varst að nerd, blöð bara jock sko. Er það ekki? Nei, hann var bara ekki fótbolta. Jú, ég var bara og það er ekki bara jock. Næsta spurning. Nei, ég tala um, við setjum þetta svona í USA skólan. Þá er með nerds og jocks. Svona, við tökum bara stereotypunar á þetta. Ég var alltaf í íþrótta. Blöð er náttúrulega að jock, er það ekki? Ég veit það ekki. Og þú ert að gamer, er það ekki? Nei, ég var Varst ekki Dungeons & Dragons og því öllu dæmi? Nei. Ég er enda var í Dungeons & Dragons. Hæ? Ég spilaði AD&D sko. Með Swessmouth? Já, hann var með okkur í þessu. Ég spilaði töluleiki og spilaði fótbolta og það var bara svona í flestu. Dungeons & Dragons? Já, ég átti teningar sem ég held mjög mikið upp á Var húkið menni þér í það? Nei, hann var ekki þar. Var hann í skjálfum? Þetta var eldri vinnu minn. Kös hefur örglega eitthvað aðeins dýft tanni í þetta. Ég vissi þetta ekki sko. Nei. Varstu skólaður til að mávi daginn? Hvað er staðan í þessu? Það töturi styr. Ok, skólaði til af mávi? Nei, það var ekki. Já, ég lendi í máva árás. Þetta er ekki árás, þetta var, hann starði á þig. Já, ég lendi í máva stare-down og ég tapaði því. Já, hann skólaði til. Málið, akkur líður mér svo Steindi sem er að vinna þessa keppnir undanfæri svona. Það eru fræðan að halla svolítið í hans átt að við á raunskilin sko. Þú veissir alveg að ég hef ekki lent í mál. Ég gæti ekki ekki stiga þarna. Þú getur fengið tækifæri við dími og það er aldrei neinn gælla sagt eitthvað. Hann er ekki búin að segja það. Ég get ekki stig þar. Það er ekki komið svo leiðis þetta. Heldur þú getur kent áfangan hvernig að halda upp á ammali? Já, það gæti ég kent. Steindi getur ekki kent skeini áfangan. Ég gæti kent að halda partí. Sko, þú gætir ákveðist, þú ættir með þjónustu. Þú geggjar að halda ammali. Svona eins og wedding planner. Ég bara birthday planner. Þú splættir Penguin Suite og Gilsranir. Já, ég manni því. Ég man líka, þú dróst með þetta keflaði ykkur á 50 degi. Það var rosalegt. Já, ég kann að halda upp ammali. Og daginn vorum við Greenhouse, að splæstu og 120 mann. Ég veit alveg hvort að reyna það, sko. En já, ég splæsti. En Steindi gæti ekki kent hvernig að halda upp ammali. Þau var aldrei haldið upp á. Nei, ekki einu sinni. Og hann var ekki stig þar. Hann getur kent þér að skeina, ég get kent þér að halda partí. Þegar þú verður 40, Steinþór, haltu upp á það. Já.
Ég ætla að gera það. Haltu partíð að finna nýja vini. Það er 2 ár í það. Ég er búin að gera það, ég er búin að ákveða það. 84. Já. Já, 2 ár. Settur þú einhvern tíma lag á fónin í mötunendunni fyrir allan skólan þegar þú varst horny? Já. Það er 3-3. Og það fór hrikalega í mannskapin. Ég er búin að segja þessu eftir nýðmjöflögu. Hvaða lag var það? Það var lag með Smokey sem að heiti Smokey and the Bandit. Nei, Think About the Night. Think about the night I held you in my arms. Og ég held ég myndi svona heilla píuna og bara DJ-num að setja það og svo sátt allir í básnum bara, hvaða viðbjóður eftir þetta? Ég bara, já, nákvæmlega, hvaða ógeð þetta? Think About the Night. Já, með Smokey. Já, Það varst ekki með þér í þínu corner hana, þú veist, húki með henni er þetta hérna? Þetta er lagi sem ég setta á í skólanum. Og bara Varstu með þetta bara inni í mötunni? Já, býta eftir viðlæðinu. Ég let DJ-n hafa þetta og segi, herru, hann spila þetta lag fyrir mig í 5 mínútonum. Hann bara, já, hvað er þetta? Ég bara, þetta er Smokey. Hlusta núna. Þetta er slagt lag, blöðsson, sko. Ég á þessum tíma, ég er hættur að skammast mér fyrir þetta. Ég lifði í einhverju svona nettri sábóperu bara. Eins og þarna, ég er ekki að grínast, ég man hvernig mér leið. Ég tek diskir hans pappa, ég fyrir menn í skólan. Ég sá fyrir mér að fólkið er bara svona, herru, wow, hvaða lag er þetta? Og þá ætlaði ég að taka, herru, þetta er Smokey, ég kom með hennan disk, sko. En þá var allir bara, herru, hvaða ógeð er þetta? Og ég er þetta að spila með bara, herru, já, oi. Svo kom Ingi, sem var DJ, hann bara, herru, þetta var ekki, ég bara, neina, herru, þetta er eitthvað, ég var svona ítunum frá sem þetta ekki sjá og ég eftir disk. En hvað hérna, var fólk að hlusta á þetta? Nei, bara ég. Þetta er svona í mötunendinu bara á Þetta bara, heyrðu, allir sem Það var fór ekki niður. DJ En hvað ætlaði að gera? Ætlaði að labba þá til hennar eitthvað og Ég spyrja hann eitthvað? var bara ekki búin að hugsa þetta til enda ef ég voru hreinskilinn. Nei. Allar að fara í sleika, var planið að fara í sleika hann? Það var aldrei að fara að gerast. Ég var svona að vona að allir hérna í básnum myndu byrja að hugsa bara, djúlega er þetta flott lag og ég ætla að taka kreditið á því. Já, og ég baði hann að spila þetta. En ég er alltaf ekki með jámenn og gott að svona moment hættu jámenn svo var Landaköðs og Húkimenn og Mensues og Þeir eru að beða þá kannski að segja eitthvað. Ég hef nefnilega aldrei átt jámenn. Ég held að það sé líka bara mjög heilbrigt fyrir mann að vera ekki umkringdu jámenn. Nei, ég fæ sannleikan frá mínu vinnum. Þú hefði getað beðið kvæsandi að segja, heyrðu, er það þetta lag? Gekkja lag. Það var Landaköðs, hann hefði verið í sloppnum hann og hann hefði bakkað upp. Það var enginn að fara undir rútuna með mér að það. Ég get lofa þetta því. Í slopp, náttslopp. Já, það verið rosa. Þau séu Landaköðs að hann fer í sloppin. Já, gekkja sko. Mástu þegar hann mætti bara með landa í ammali sitt og allir fóru í blackout. Já. Það var þetta alvöru ammali. Það var rosalegt. Það var rosalegt maður. Í staði fyrir að fara í nám og mennta þig, vannstu þá við að segja fólki að þrífa sér penisinn? Nei. Manstu þið bara stutt og góð svör? Nei. Erðu veist eða þú? Hei. Já, ok, já. Ætlar að taka punktin? Já, ég tek punktin. Ég vann við þetta. Ég var baður. Já, ég minna, þú veist. Já, bara segja fólki að baður. Þú varst okkið að hugsa, ok, menta mig og ná mér einhverju góða gráðu eða benda á penisuna okkur og segja um að þrífa. Já, þú veist, þú getur ekki. Það var svo ekki. Næsta spurning. 4-3 fyrst ætla. Hefur þið farið í sleik á skólatíma? Já, pott. Hvað er skólatímið? Bara í skólanum? Já, í skólanum. Bara í fríminútum eða á salefni eða inn í kennslustofu? Ég átti nefnilega aldrei kærust á þessum tíma sem að kannski er skiljanlegt frá söguna mínu. En þú setti smókilæðið á? Nei, þá bara á meiri líkur einhverja ælt heldur að fara í sleikum sko. Ég er svona að hugsa þetta hvort ég átti nú alveg kæró í gaggó sko. Ég átti enga kærustu frá 0 upp í 10. bekk. Þannig að nei, ég fór aldrei í sleik á skólatíma. Steindi, það mikill báður að þú fórst í sleik í skólanum? Þú totally redeeming yourself. Ég held ekki sko. 5-3, þú varst í sleik. Nei. Ég þekki þið sko. Ég er búin að segja. Vilt bara ekki segja það sko. Ég held ekki. Ég bara held ekki. Ekki sett stig á hóp. Ég sé hann fór í slella. Vilt bara ekki segja það? Nei, ég held ekki þessu. Ok, 4-3. Gætur þú kent áfangan hlið 103? Já, býtu. Er þetta síðasta? Já, ég veit. Er þetta komið? Nei, þú veist. Já, skuldi líka auðvisingar og svona. Ef það væri áfangi sem myndi heita hlið 103 gætur þú kent hann. Þetta er basic. Var ekki búið að stoppa hliðið? Mér sko, muni eftir umræðin á kúleakan fyrir einhverjum nokkur vikur þegar ég bað fólk að stoppa. Þú getur huggað það er líka eftir að þættinu. Við skuldum auglýsingar. Myntmania, habanero mynd eða salti ludicris. Loop Merch. Ert þú einn af þeim sem ætlaðir út að borða en gleymdir að bóka borð? Findu laust borð inn á dineout.is og í Dineout Iceland appinu.
Viltu verða viðurkenndur bókari? Viltu fá góðan stuðning í krefjandi námi og vinna í minni hópum? Við þróum námið í samstarfi við eitt stærsta endurskoðandafyrirtæki landsins, NTVAF skólinn. Stjórnin verður með risa dansleik á föstudagskvöldið á Lux í Reykjanesbæ. Tryggðu þér miða á tix.is. 20-70% afsláttur af íþrótta- og útivistarvörum. Sport 24 Outlet Smáratorgi. Nilfisk háþrýsti dælur á 20% afslætti í september fyrir bílinn, pallinn og stéttina. Húsasmiðjan fyrir þig. Tax-free dagar í snyrtivörudeildum Hagkaups og á hagkaup.is til miðvikudags. Allar snyrtivörur á tax-free afslætti. Hagkaup. Subway hefur verið vænn kostur í gegnum árin og borið fram báta, kökur, salat, fjölskyldumáltíðir og veisluplata. Sjáumst á Subway. Gus, Reykjanesbæ, í kvöld, tix.is. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin. Ekki gefast upp.is. Líkansrætt fyrir ungmenni sem glímaði þunglynd og kvíða. Skráðu núna. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Það eru Dine Out og Loop sem að færi ykkur FM 95 Blu drengir og jáká koma bara strax inn eftir auglýsingar því að tíminn er bara búin að hlaupa frá okkur. 2-0 fyrir Ísland. 2-0 fyrir Ísland. Það er rosalega. Já, þá kláraði þetta. Þannig að útfætti Ástralíu, Steindór. Ég held það. Sara með 2 mörk. Hákallið live from Australia. Ég get séð Hákalla og farið í búrið og allt með þetta, munið að ég rætta hann í bucketlistan. Blökkasti í Ástralíu. Það verður Holland eftir. Hörru, og líka Timmy Trumpet er frá Ástralíu. Hvað er spurningum að spila? Stuðlaði sér bæðan fyrir 6 vikur síðan. Kannski næst, kannski bara. Já, kannski næst. Whistle Song. Það var ekki The Whistle Song. Jú, hann gerði collab með DJ Alligator, sko. Þetta lag sé hirt, sko. Hvernig er, herru, ég veit alveg hvernig helgin er okkur drengir. Við erum á Stapanum annað kvöld, það er ljósanæturballið. Miðasal á tix.is, það eru við Raka Gísla, Stuðlaðabandið og Bubbi Mortens. Það verður rosalegt line-up. Þetta er fárlega skemmtileg hátíð og þetta er bara 80 mínútur fyrir fólk sem er í bænum og er þyst og nennir ekki downtown Reykjavík. Skella sér bara til Keflavíkur. Ég rakst á 3 stráka í Kringlunni sem ætlaði að gera sér ferð upp yfir. Ég rakst á því ferð. Ég meina þetta líka út rót, út sneggri í rauninni frá Kóp og Garabæ og Hafnarfirði til Sönni Kef enni í miðbæ. Umferðin og allt ógið sem er í gangi. Já, þetta er mjög stutt. Og við ætlum í grill til Svestumouth og sko mál er að ég treysti ekki Svestumouth í að grilla þannig að grill sér það sko. Við ætlum að taka City-leikin 16:30 betta og vonandi tapa cash sér alltaf að Steinda búið til UFC-seðil fyrir okkur. Það er UFC klón 7. Það er með þess að bara mjög flott kart sko og þetta er fyrsta skipti sem UFC er í Fraklandi. Þú voru að smíða seðil. Já, þetta er líka snemma. UFC er bara, hvað var ekki 7? Mér minni það. Já, það er Reykjanesbær á okkur allavega á morgun. Vonandi í þið góða helgi kæru hlustendur. Það er komið á lokum. Við minnum á blökkastið næsta þriðjudag. Svo verðum við mættir hér eftir viku og drengir ég að spá enda þetta á lægi sem verður í Stapanum annað kvöld. Herðu, spenarnir. Við fórum ekki í spenarnir. Gerið ykkur klár.